á dauðastund, eftir Dagfinn Hauge. Formáli. Þessi bók að mestu leyti úrdráttur úr dagbókum mínum frá stríðsárunum. Hún segir frá kynnum mínum af mönnum sem dæmdi voru til dauða þegar ég var fangelsisprestur í Arkassus. Það ekki alltaf auðvelt að greina það sem aðstandum einu viðkemur frá því sem ætti að ná til alþjóðar. Til þess að gæta fyllstu varúður hef ég sleppt nær öllu sem sagt hefur verið í einkasamtölum. Þegar ég hef verið í nokkrum vafa hvað rétt verið að segja mikið, hef ég látið aðstandundum lesa yfir handritið. Ósló í september 1945, Dagfinn Hauge. Akershus. Síðan hluta vetra 1941 fékk ég bréf frá einum starfsbræðra minn út á landi, þar sem hann bað mig að grænslast eftir fangar nokkurum sem fluttur hafi verið í eitthvað af þýsku fangelsunum í Ósló. Ég var að fara venjulega leið eins og allir aðstandendur fangana urðu að fara æ ofan í æ, frá einni skrifstofunu til annara, þar sem sitt saði hver. Þangað til ég fékk loksins að vita að maðurinn væri í Arkassus kastalanum. Það var raunalegt að koma inn í gamla söguríka Arkassus. Hvert sem litið var, sá maður þýska einkennisbúninga og þýsk vopn. Í kastalagarðinum, þar sem norsk börn höfðu oft sungið fjöru og ættjarðarsöngva, voru nú þýska hersveitir að æfingum. Hljómsveitaskýli hnífti þarna drungalegt og léti dreyma gamla daga þegar þarna voru haldnar hljómleikar og allt var fullt á áhöröndum í hátíðaskapi. En kastani sjálfur, höllin og kirkjan, stóðu þó þarna enn og bar við tæran bláan febrúar himinin. Þýskur hermaður fylgir mér frá varðskúrnum að skrifstofu fangavarðanir. Mér var tekið kurteislega og vel, og eftir ítalega útskýringar og fangelsisreglunum fæ ég leyfi til að vitja fangans. Fölur og aumingjalegur normaður, einn af veselingunum sem gengi höfðu í þjónustu Þjóðverja, fylgir okkur að sjálfu fangelsinu. Þýskur hermaður opnar hjártliðið og við göngum inn í móttökusalinn. Í einu horninu stóð gamaldags klukka og minnti á þá tíma Þjóðverjar voru ekki hér. Að öðru leyti var ekki annað inni en nokkru stólar og eitt borð. Nasistinn og þýskur varðmaður voru á viðstaddir og áttu þeirra hlusta á samtalið. Inn var leiddur hár og myndalugu piltur. Það var auðséð að hann var búinn að yfirstiga fyrstu erfiðleika fangelsis lífsins og farin að venjast því. Ég hafði kveðja að færa honum að heiman og þar með voru böndin hnýtt. Heimilið ávallt ríkast í huga þeirra sem í fangelsi sitja, og þó þeim sé ekki flutt nema stutt kveðja heiman, þá var það þeim stór viðburður. Ég hef með mér Biblíu, salmbók og hugvekjubók, og smátt kemst samtalið inn og andleg mál. Það auðvitað ekki auðvelt að talast við, svo óþvinga sé þegar tveir reykjandi njósnarar hlusta á hvert orð. Við lesum í Guðs orði og biðjum saman. Manni finnst álítið óviðfeldið að vita af eftirlitsmönnunum, en þó verður þetta heilug stund. 10 mínúturnar eru liðnar áður en maður veit af. Hann verður að fara aftur í klefan og ég flýti mér heim til þess að skrifa fjarstöddum foreldrum sem bíða milli vonar og ótta. Þetta var fyrsta heimsókn mín í Akershus. Þegar ég bað leyfi til að koma aftur, hvaðst fangavörðurinn ætla að ráða fastan norskan prest fyrir norsku fangana. Þetta var til þess að biskupinn í Ósló fól mér að gerast fangelsisprestur í Akershus. Það átti aðeins að vera bráðabirgðar ráðstöfun. Engum kom til hugar að nauðsyn bæri til að vinna þetta starf í meira en 4 ár. Og ennþá síðu renndu við nokkur grunn í allt það sem landar okkar átti eftir að líða í klefanum innan þessara gömlu veggja. Starfskilirinn voru ekki góð. Maður fékk aðeins leyfi til að koma í fangelsi 3 viku og þá aðeins 1 tíma í senn. Oft voru fangarnir margir, svo að maður gat aðeins dvalið fáar mínútur í hverjum klefa.
Það var lítið meira hægta en að heilsa, afhenda Nýja testamenti og sálmabók, gefa dálitla leiðbeiningar lestur, biblíulestur og bæn, skrifa nöfn og heimilisfang nánustu aðstandenda og halda svo áfram í næsta klefa. En á þessum stuttu heimsóknum fékk maður þó góða hugmynd kjark og aðdánavert þrek þessara myndarlegu manna. Einveran og óvissan var áræðilega þungbær, en enginn þeirra lét bugast. Ef menn hafa lært að trúa á þjóð sína fyrsta stríðsárið, þá lærðist það ekki hvað síst í Akershus. Ég man eftir einum degi réttir í páskana. Í klefunum satt ungur piltur langt norðan úr landi. Menn lifðu aðalega á dýraveiðum og sjóróðum þar, norður frá, og áttu því ekki gott með að hlýða þegar Þjóðverjar gáfu fyrirskipun að öll skotvopn skyldu látin af hendi. Einhvern veginn komst það upp að 3 feðgar áttu enn riffla í fórum sínum. Þeir voru teknir höndum, fluttið burt frá firðinum sínum og fjallabyggðinni og settir í þýskan fangaklefa. Pilturinn hafði verið dæmdur í 2 ára fangilsi. Hvernig gengur þér að bera þetta? Mér gengur ekki sem sjálfum. Ég hef það af, en ég alltaf hugsað pappa. Hann í klefunum hér við hliðin á mér. Ég vildi gjarnan sitja hér hans tíma í viðbót við minn, ef hann gæti fengið að fara heim aftur. Það var hljótt í fátæklega klefunum. Huganum var reikað til hans sem var fús til að taka á sig syndabyrði alls heimsins. Pilturinn á norðan benti á hann. Þó að hann vissi það ekki sjálfur. Hugafar hans mótar þá en norskan æskulíf. Ennfremur man ég eftir ungum pilti frá Suður Noregi. Hvernig gengur? Ágætlega. En eru dagarnir ekki langir? Nei, mér finnst þeir stuttir. Ég hef alltaf nóg að gjöra. Við getum þvegið klefan, lítt á gluggan. Sjáðu hvað ég held honum hreinum. Svo eigum við að borða og viðra okkur. Stundum býi mér til tap, og ef ekki annaði fyrir hendi, þá sest ég niður á rúmið mitt og hugsa hvers vegna ég siti hér. Og þá get ég ekki varist brosi. Leið brosti hann glaðlega til mín. Þeir 15 ára gamli drengi frá Kirkines voru lengi í fangilsun þetta vor. Þeir munu hafa gert sig sekan að klippa í sundur símaþræði sem lágu til flugvallar nokkurs. Þetta hefur þeir leikið mörgum sinnum áður en þeir náðu. Það var tekið vægum tökum á þeim vegna þess hver þeir voru ungir. Ég held þeir hafi verið dæmdir í 6 mánaða fangilsi. Þeir báru sig vel, en þó var erfitt að koma til þeirra og sjá þá sitja þarna innilokaða korni sínum sólarlösa klefa meðan vorsólin skein glatt úti. Þegar áleið máttu þeir fá ýmsar námsbækur sem þeir gátu sýsla við. Rauna voru þeir aldrei ráðalausir og dunduðu oft við að búa sjálfur til ýmis konar töfl. Þessi drengir áttu í raun og veru ekki að vera í Akershus fangelsi. Þeir voru eiginlega á leiðinni til þýska fangabúðanna í Böstóð. En þá hafði eitthvað komið fyrir sem olli því að þeir fóru ekki lengra. Loks kom þó að því að þeir áttu að flytja. Ég hitti einn af leiðsfjörungjunum á ganginum og hann sagði mér frá því að hann voru búið að ákveða það. Hann hvað sjálfur eiga að fara með þeim næsta dag. Hann spurði mig hvort ég vildi ekki fara inn til drengjan og segja þeim frá þessu. Ég leti ekki bjóða mig það tvisvar. Gleði drengjana verður ekki með orðum lýst. Það var engu líkara en þeir gætu ekki trúa sínum eigin eyrum. Bastó var orðin í þeirra huga að einhvers konar paradís sem þá dreymdu og þeir þráðu heitt. Þetta var þó sannarlega lítið gleðiefni. Venjulega voru fangarnir ekki lengi í Akershus fangilsinu. Þanga var þeim safnað saman utan af landi og síðan átti að flytja þá til fullspeð til fangelsisins hjá Hamborg. Hér voru þeir því venjulega ekki nema nokkra vikur og einstöku sinnum nokkra mánuði. Stundu voru þeir hér svo stuttan tíma að það gafst ekki ráðrúm til að hitta þá.
Flestir fengu þó með sér Nýja testamenti og sálmabók. Þegar til fullsputtel kom, urðu þeir að láta af hendi allt sem þeir höfðu meðferðist, meira að segja fötin, en Nýja testamentinu og sálmabókinni að heiman máttu þeir þó halda eftir. Til eru margir vitnisburðir því líka þýðingu það hefur haft. Hert á tökunum. Túlknum sem eftirlit hafði með samtölum okkar í klefanum var eitt sinn orði: ég kann orði illa við mig í Noregi. Það er orðin breytin til hins verra í sambúð Norðmann og Þjóðverja. Norðmenn eru stirðir og ósveigjanlegir. Þjóðverjar þurfa að herða á tökunum. Ég hugsaði þá ekki svo mjög það sem hann sagði, það gerði ég seinna, en þá var heldur ekki erfitt að sjá við hvað hann hafði átt. Miðjan ágúst skýrðu blöðum frá því að 3 Norðmenn, þeir Markinton Rasmussen og Lindberg og Pettersen, sem báðu voru stýrimenn, höfðu verið dæmdir til dauða og skotnir. Þessi 3 menn voru þær fyrstu sem teknir voru af lífi af pólitískum ástæðum í Noregi. Dómurinn var kveðinn upp í Bergen, en af einhverjum ástæðum voru þeir síðan fluttir til Oslo. Þeir voru geymdir eina nótt í Arkassus fangelsi og skotnir strax daginn eftir. Þýskur herprestur var viðstaddur aftökuna og hann stýrði síðan frá því á áhrifamikinn hátt hve mikið sálarstyrk og hvílíkat björfung þessi 3 Norðmenn áttu fram á síðustu stund. Litlu síðar sauð upp úr í Oslo. Hvert höggið reið af öðrum og beygurinn lá eins og mara yfir borginni. Göturnar voru auðar, vopnaða lögreglusveitir þrömmuð Þar sem áður var iðandi líf var nú dauðakyrrð kvöld eftir kvöld. En allt voru þetta smámunir hjá 2 dauðadómum. Strax fyrsta kvöldi kom fréttin að Henstein og Wikström hefðu verið skotnir. Fólk var sem þrumu lostið. Getur þetta átt sér stað? Gerist þetta í Noregi? Við höfðum þessa samt ekki mjög varir í Arkassus til að byrja með, en þó leið ekki á löngu eins við fundum líka þar að hert hafi verið á tökunum. Nú var svo komið að í stað heimsókna í klefana urðu við að láta næja guðþjónustur í kirkju fangelsisins. Að því var vitanlega nokkur bót. Nú fengu fangarnir að koma sama reglubundi vikulega til guðþjónustu í stað stuttrar heimsóknar, sem þeir fengu áður. Við fengum að hafa bæði organistu og forsöngvara. Öðru hvoru gátum við líka haft altarisgöngur. Það er hægt að gera sér í hugalund hve mikla þýðingu þetta hefur haft fyrir tilbyrndikalaust fangelsislífið. Að guðþjónustu lokinni gafst okkur kostur á að skrifa upp nöfn fangana, svo hægt væri að koma kveðju heim til þeirra, þar sem fólk var oft í sárri óvissu. Rigningardag 1. október var kirkjan troðfull. Á meðal viðstaddra voru allir þeir sem dæmdur höfðu verið upp á síðkastið. Þeir vissu að þeir myndu sendið til Þýskaland, en svipur bar þó engan vott kvíða eða áhyggjur. Roskinn maður sem satt fram í kirkjunni gaf sér merki að koma. Getur presturinn hjálpað mér, sagði hann. Ég hef verið dæmdur fyrir það sem ég hef aldrei gjört. Engin hræðsla var í þessum orðum, en öllin meðfætta réttlætiskennd hans reis kröftulega upp gegn slíku réttafæri sem þessu. Hverju átti ég að svara? Hverju þessara manna höfðu verið dæmdir fyrir unnar sakir? Ég man sérstaklega eftir Fredrik Ram. Fredrik Ram var kunnur trúaður norskur ritstjóri og rithöfundur. Frá þessari guðþjónustu hann var dásamlegur. Af öllum manninu ljómaði trú og traust. Hann stóð upp og spurði hvort hægt myndi vera að koma boðum til aðstandenda fangana það að þeir væru komnir til Arkassus fangelsisins. Svo þeir getur vitað þá. Ég hafði þá litla trú á að það myndi fást, en Ram var það vonsinni. Þetta náði fram að ganga og allir fangarnir fengu heimsóknir ástvina sinna, áður en farið var með þá til Þýskaland. Eftir guðþjónustuna gekk ég til þeirra og skrifaði nöfn þeirra á heimilisföng. Meðan það stóð yfir, sagði eitt þeirra alvarlegur bragði við mig. Hér eru nokkri menn sem hafa hlotið dauðadóm
þeir voru í ísbyrninu. Ég gekk til þeirra og heilsaði þeim. Mér var sagt að í fyrst hefðu þeir allir verið dæmdir í ævilangt fangelsi, en síðan hefði málið verið tekið upp fyrir á ný og dómnum breytt í dauðadóm. Ég áttaði mig ekki almennilega á þessu og tók það ekki alvarlega. Dauðadómu var ennþá það fjarri huga okkar að við töldum hann ekki koma til greina. Þetta mál hlaut auk þess að vera einhverjum vafa undiroppið, úr því að þeir höfðu ekki verið dæmdir nema til fangelsisvistar í fyrstu. Það hlaut því að mig að telja víst að þeir yrðu náðaðir. Næsta dag átti ég að taka til altaris í einum klefana. Fredrik Ram hafði beðið það ásamt öðrum fanga og frú Ram hafði líka fengið leyfi til að vera með. 2 Norðmann stóðu við dyrnar. Kaleikurinn og patinan stóðu á borðinu. 2 logandi kerti myntu ofurlítið og altari í kirkju. Söngurinn barst veikt út í klefan. Hjartkæri Jesú, af hjarta ég þrái hjálpræði blessað að innlifast hér. Orð ritningarinnar gáfu okkur djörfung. Þau kröpu 3 hljóðlát á klefagólfið og meðtóku líkam og blóð drottins. Þröngur fangakleifi getur vissulega líkst mjög himnaríki. Þetta var síðasta altarisganga Fredrika Rams, heima í Noregi. Daginn eftir var hann fluttur til Þýskalands ásamt flestum þeim sem dæmdur höfðu verið af skyndi dómstólnum. Hann fekk aldrei framar að sjá föðurland sitt hér. 2 árum síðar var hann fluttur heim til greftunar í Móðumoldu. Mánudaginn eftir allra heilagra messu ætluðum við að halda okkur venjulega guðþjónustu. Í vikunni áður hafði ég talað við einn af piltunum af ísbirninum og mér var þóru ljóst að allt myndi fara að óskum. Ég vonaði sjálfur að þeir myndu náða þeir, en þó ef svo færi. Einn af yfirmönnunum fangelsis hafði lofað að senda mér boð ef svo yrði. Við vorum engan veginn öryggir. Þennan mánudag ætluðum við mér að segja ráðgast hvað hægt væri að gera til þess að tryggja það að norskur prestur fengið að vera hjá dauðadæmdum föngunum. Ég kem inn í kirkjuna, það fyrsta sem ég heyri að dauðadómurinn yfir félagunum 6 af ísbirninum hafði verið framkvæmdur að morgni allra heilagra messu. Ég minnist þess ekki að hafa séð fangana jafn alvarlega í bragði. Þetta var einkennilegur undirbúningur undir guðþjónustur og allra heilagra messu. Gamla orði fekk nýtt gildi. Eftir þetta sá ég og sjá mikill múgur sem engi gat tölu komið á, af allskyns fólki og kringvíslum, líðum og tungum. Og sálmurinn ómaði sem kveði af hæðum. Í lífsins presta skrúði skín og skarinn háti aldrei dvín. Þegar ég kom heim þennan dag tók ég biblíuna og las. Og rísi einhvern maður upp til þess að ofsækja þig og sitja líf þitt, þá sé líf herra míns bundið í bundinni lifandi manna hjá drottni Guði þínum. 1. Samúelsbók. Móðir Karl Egens, sem var einn hinna 6 félaga, sagði mér síðar að við síðustu komu hennar hefði hann gefið henni uppskrifaða 4 sálma sem hann hafði tilhengað henni sérstaklega. Í einu þeirra birtist þessi framtíðarvon þeirra. Síðan fréttu við að þýskur prestur hefði verið hjá þeim félögum síðustu nóttina. Hann fékkst ekki til að segja frá neinu en svaraði stuttur í spuna. Sem sálusorgari geti því verið rólegir. Eftir þetta fekk ég yfirmann fangelsisins til þess að koma því til leiðar að dauðadæmdir norskir fangar fengju að hafa norskan sálusorgara. Herrétturinn gaf þá samþykki sitt til að prestur fangelsisins ætti koma til þeirra dauðadæmdu, eftir að dómurinn hafði verið staðfestur, en þó aðeins meðan þeir væru í fangelsinu sjálfu. Auk þess fékkst leyfi til að vitja fangana vikulega og milli guðsþjónustuna. Það liðu ekki margir dagar þess var þörf. Við gerðum skyldu okkar. Sunnudaginn 9. nóvember 1941 voru þeir rólega Tonnes Winter, Harald Torsvik,
Sigurd Jóhansen og Karl Eriksen, leiddi fyrir ríkisherréttin, ákærði fyrir njósnir og aðstóð við óvinina. Það fór orðað framkomu þeirra fyrir réttinum. Thorsvik var spurður af því hvers vegna hann hefði ekki flúið til Englands í tæka tíð úr því að hann vissi að sér var í hætta búinn. Hann svaraði rólega en einarlega. Þá hefðu hinir tveir setið eftir með alla ábyrgðina. Þýskur lögfræðingur sagði mér 3 til 4 árum síðar að hann gæti aldrei gleymt því sem hann sá í réttinum þann dag. Það var hátignarlegu svipur yfir þessum 5 mönnum, svipur sem ekki til hjá öðrum en þeim sem mæta þjáningu lífsins á þann hátt að hún lyftir þeim langt yfir það sem við í hversdaglegu lífi getum hugsað okkur. Þýski dómarinn hafði blátt áfram sagt að þeir tæki mjög sárt að vera neyddur til að dæma slíka menn til dauða. Af venjulegum tímaliðnum féll dómurinn, enginn gat séð þá svip hinna 5 að það væru þeir sem var að ræða. Næsta 5. fékk ég tækifæri til að heilsa upp á þá í klefanum. 2 þeir fyrstu, Thorsvik og Jóhansen, voru í turninum. Varðmaðurinn fylgir okkur upp þrönga hringstigann. Við nemum staða við dyr með 2 rammgjörnum slám fyrir. Á þessum stað höfðu hættulegustu fangarnir í Arkassus alltaf verið geymdir. Héðan virtist engin leið að flýja. Slánið lyft, það hringlar í lyklunum og dyrnar opnast. Það gleymur óhugnanlega í lágum ganginum. Fangarnir þurftu að minnst okkosti ekki að vera í neinu vafa að þýsku varðmennirnir séu að koma. Við stöndum fyrir utan klefadyr Thorsviks, aftur hringlar í lyklunum, dyrnar opnast og við komum inn í klefan. Það fremur bjart og loftgott hér uppi undir þaki. Öll málning að vísu mjög snjáð, en allt hreint og þokkalegt. Rúmið fádaglegt og ullarteppið og koddinn virðist ekki sérlega freistandi. En það gerir nú ekki svo mikið til, þarna ómól og borð, stóll og hilla, það allt og sumt á húsgögnum. En í dag beinist öll athygli að fanganum, hann stendur þráðbeinn út við glugga. Þetta þó dauðadæmdur fangi, það ekkert í fari hans sem bendir til þess. Við heilsumst og tökum strax tal saman, svörin eru einföld og eðlileg. Yfir honum kyrlátur alvörublær sem gefur orðum hans sérkennilega festu. Þýski túlkurinn stendur við dyrnar og horfir á norðmanninn með forvitnilegum augum. Hann auðsjáanlega gagntekinn. Hann hafði verið fyrirskipað að gæta þess að við töluðum ekkert málavöxtu fangast, en þegar allt kom til alls gat hann ekki á sér setið. Hann varð að fá að vita hvað þessi maður hafði gjört. Thorsvik segir honum að hann hafi hjálpað norðmönnum sem komu til Álasund áleiðis til England. Ég hef ekkert út á réttafarslega meðferð málsins að setja, sagði hann. Þess eins að gæta að Þjóðverjar höfðu alls ekki auglýst dauðarefsingu við slíkum hlutum þegar ég framkvæmdi þetta. Þess vegna finnst mér hart að hljóta slíkan dóm. Þeir skiptust síðan á nokkrum orðum, en verslunarmaður frá Suðurland hafði ekkert það til mánan að leggja sem gat breytt gangi þeirra. Við áttum góða stundir í öllum 5 klefunum. Félagarnir höfðu allir sömu áhrif á mann, þeir sýndu enga taugaóstyrk, enga ofurviðkvæmni, enga örvílnun, ekkert gat til kynna hvað fyrir þá hafði komið. Við gerðum skyldu okkar og við álítum að þetta málefni sé vel þess verk að fórna lífinu fyrir það. Þeir áttu erfiðast með að hugsa til aðstandenda sinna. Þeir höfðu vitjað þeirra og það var þeim mikill styrkur að þeir voru rólegir og æðrulausir. Það var þeim ekki síður styrkur að vita allu þá samúð sem landsmenn þeirra sýndu þeim og aðstandendum þeirra, þó þeir væri sjálfur hissa á allir þeirra aðdáun sem þeir vöktu.
Einn þeirra sagði: Ég yrði hræddur við að lifa lengur eftir alla þessa aðdáun sem við höfum frétt um. Þeir vissu að allstaðar þar sem menn þekktu til þeirra voru myndaðir bænahringir þá og það voru þeir þakklátu fyrir. Biblía og sálmabók lágu á öllum 5 klefaborðunum. Næstu dagar tóku á taugarnar. Okkur var alvaran ljós og við vissum að líkurnar fyrir náðun voru mjög litlar, að minnstakosti hvað suma þeirra snerti. En þrátt fyrir það gat maður ekki annað gert en reynt að vona. Á hádegi 25. nóvember hringdi yfirmaður fangelsisins til mín og bað mig að koma sama dag klukkan 18:45. Það var engin vafi á því hvað var á seyði. Skyldi nú vera nokkur von að þó ekki nema einhver þeirra yrði náðaður. Þetta var hræðilegu dagur. Ég mætti á tilsettum tíma en varð að bíða 1 klukkutíma vegna þess að bifreið herréttarins hafði lent í árekstri. Óvissan var óþolandi. Loks heyrðist í bifreiðinni fyrir utan fangelsis hliðið. Varðmennirnir réttu hendurnar upp að hjálminum og stóðu þráðbeinir á meðan dómararnir gengu inn. Þeir heldur rakleitt áfram inn ganginn en ég satt kyrr á skrifstofunni. Einhvers staðar í fjarska var eitthvað lesið uppátt með þulu hreim. Það var engin leið að heyra nein orðaskil en seinna komst ég að raunum að verið var að lesa staðfestingu dómsins yfir félagunum 5. Eftir stutta stund komu dómararnir aftur. Ég fékk mína fyrirskipanir. Ég mátti vera í 4 tíma hjá föngunum kvöldið og svo mátti ég koma aftur næsta morgun. Það voru mér vonbrigði að ég skildi ekki fá að vera hjá þeim alla nóttina. En það var vegna þess að hafður skildi vörður að gætti þess sem talað yrði og hann varð að fá að sofa eitthvað nóttina. Við fórum upp í stóran klefa á efstu hæð, þar sem þeir félagar áttu að vera síðustu nóttina. Ég var mjög óþreyju fullur yfir að sjá hvernig vinir mínu myndu taka þessu. Skildi það hafa verið vonin náðun sem hafði haldið þeim uppi til þessa. Nú var hún ekki lengur fyrir hendi. En þeir gerðu mig höggdofa. Þeir sýndu engan ótta, enga örvæntingu og engan taugaóstyrk. Þeir sátu rólegir og voru að tala saman meðan þeir biðu mín. Þeir tóku allir þétt í hönd mér og buðu mig velkomin. Frá fyrstu stundu voru við knýttir einkennilugum vináttu böndum. Á slíkri nóttu ekkert sem rífur samfélag manna og óendanlega margt af því fegursta og besta í lífinu tengir okkur saman. Í fyrstu sneri samtalið auðvitað ýmislegt sem ráðstafa þurfti, en ekki leið og löngu uns hugurinn beindist að 3 piltum frá Sandefjörð sem fyrir nokkrum dögum höfðu hlotið dauðadóm og sátu nú í Arkesús fangelsinu og biðu úrslitana. Úrslitin í kvöld myndu víst ekki létta þeim biðtíman sem biðu með sama dóm. Ég yrði að skila kveðju til þeirra og segja þeim að þeirra mál gæti ekki verið eins alvarlegt. Þeir hefðu ekkert gert annað en undirbúa njósnir sem aldrei voru framkvæmdar. Þeir hlytu því að hafa meiri möguleika á að verða náðaðir. Svona voru þeir. Síðustu nóttuna hugsuðu þeir mest aðra, ekki sig sjálfa. Eftir stutta stund segir Torsvík: Það er eitt sem við ætlum að biðja þig um. Þú verður að berjast af öllum mætti gegn dauðahengingu þegar Noregur aftur orðin frjáls. Við vildum helst að enginn hlyti þessa hegningu. Ekki einu sinni svikararnir meðal okkar eigin landsmanna. Eigið þið alla frá þeim efsta til hins neðsta? Allir svöruðu ákveði já. Torsvík heldur áfram: Við vildum helst að þú kæmir þessu á framfæri við yfirvöld. Lega bætti við:
Dauðahegningin kemur harðast niður á þeim saklausu sem eftir lifa. Þess vegna ætti aldrei að viðhafa hana. Túlkurinn satt allan tíma þögull og hlustaði á. Við stilltum orðum okkar í hóf vegna nærverum mannsins. En það var ekki að villast hvað pilturinn átti við. Út úr þessu fórum við að tala hatur og hefnd. Þeir báðu mig að segja öllum landsmönnum að enginn mætti bera í brjósti hatur og hefndarhug út af þeim atburðum sem voru að gera, því að hatur leiðir aldrei neitt gott af sér. Smátt og smátt snýst samtalið meira ritningarstaði og sálma, sem lesnir höfðu verið og sungnir við guðþjónustöðnar í fangelsiskirkjunni. Eriksen talaði ættjarðarsálminn sem alltaf var sungin í lok guðþjónustunnar. Vinter talaði pistil síðasta sunnundags í opinberunarbókinni, 21. kafla, hinn nýja himinn og hina nýju jörð. Torsek myndist á söngin sem síðan hefur verið knýttur við þá sem létu lífið fyrir föðurlandið. Jóhansen sagði brosandi: ég er svo óþreyjufullur eftir að sjá hvað ég fæ að reyna á morgun hinum megin. Þeir áttu erfiðast með að hugsa til þeirra sem heima voru og vissu enn ekkert það sem gerst hafði í kvöld. Ég lofaði því að föðurlandið skyldi annars þá eins og framast væri unnt. Aðstandendur höfðu fengið heimsóknarleyfi næsta morgun og ég lofaði að gera allt sem í mínu valdi stæði til að koma boðum til þeirra áður en þeir kæmu. Það var engin raunablæri yfir samveru okkar. Þeir bæði brostu og gerða gamni sínu. Það var ekkert á það minnst, en maður hafði þá tilfinningunum líka þetta kvöld að þeir væru glaðir yfir því að fengja að þjóna föðurlandinu. Ein setning sem Jóhansen sagði var vott það. Eitt sinn varðmaðurinn heyrði ekki til, laut hann að mér og hvíslaði: ég hef sendt meira en 700 skeyti til England. Við höfum talað saman í 2 tíma, stakk ég upp á því að þið skyldu skrifa bréfin heim til sín, með ég fengi að tala við þá einn og einn við litlum klefa við hliðin á svefnsalnum. Samfélag okkar allra var þannig að ég var hríð í vafa hvort rétt væri að rjúfa það á þennan hátt, en að sjálfsögðu getur ekkert komið í staðinn fyrir samtal í trúnaði undir 4 augu. Það sem þá fór okkur á milli kemur aðeins við nánustu aðstandunum. Miðnætti varð ég að hætta. Við fórum aftur inn í svefnsalinn og ég hélt stutta guðþjónust til út frá Jóhannesi 14:1-4. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru mörg híbýli, væri ekki svo, myndi ég þá hafa sagt yður að ég færi burt að búa yður stað, og þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og mun taka yður til mín, til þess að ég séu og þar sem ég er, veginn þangað sem ég fer þekki þér. Orð Karl Eriksen fylgdu mér út í niðdimma nóttina. Hún leggst til kvildar eins og örugur og þegar ég var barn hafði lesið kvöldbænina hjá mömmu. Klukkan 6 morgunin eftir kem ég aftur. Það var klukkutími þangað til von var á dómaranum, en liðsfjórungjarnir leyfði mér að sitja inni í svefnsalnum þangað til þeir kæmu. Allir voru þeir sammála að þeir hefðu átt góða nótt. Þeir hefðu hvílst vel. Lea hafði meira að segja sofnað. Karl Eriksen brosti til mín og sagði: ég á frið. Við notum tíman til samtals og biblíulestur. Við lásum bænina sem frelsarinn bað nóttina sem hann var svikinn. Faðir, stundin er komin. Gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Það líður ekki á löngu dómararnir koma, og í för með þeim þýskur herprestur sem á að fylgja piltunum síðustu sporin.
Foringinn gefur fyrirskipanir sínar, stuttorður og hvassar og túlkurinn þýðir þær. Við Norðmennirnir stöndum í hálfring á gólfinu og biðjum. Enn einu sinni lesum við orðin í Jóhannes 14 og kveðjum síðan. Þeir þakka hver öðrum innilega hlýja vináttu undanfarna viku. Það er undarlegt að standa frammi fyrir þessum mönnum, horfa inn í augu þeirra og kveðja þá. Fyrir hönd aðstandanda þeirra, fyrir hönd okkar allra, fyrir hönd Noregs. Þá er farið með mennina út í bifreiðina sem býður fyrir utan. Leið og Torsvik gengur framhjá mér, lítur hann á mig og hvíslar. Þá fær þú Hauge, einn okkar, að sjá Noreg aftur frjálsan. Eitt andartak færist ósegjanlegu raunabær yfir hann. Þeir snúa sér allir við í hliðinu og kveðja hinstu kveðju. Úti er dimmt, bifreiðin ekur hægt af stað yfir brúna og kastala garðin, en brátt er hún komin út í iðandi borgina sem er nývöknuð á nætur dvala. Enginn sem sér dökku herbifreiðina þeysast eftir götunum hefur hugmyndum að hún hefur að geyma 5 landa sem verður að flytja á aftöku staðinn. Ættingjamannana höfðu átt að koma til fangelsisins klukkan 10, nú reið á að koma boðum til þeirra áður. Nóttina hafði orðið að undirskrifa yfirlýsingu þagnarheit og því fylgdi jafnframt ég mátti ekkert segja aðstandandunum nema með leyfi Dobenskis yfirherréttra dómara. Með tilliti til starfsmíns í framtíðinni var ekki ráðlegt að gera neitt án hans samþykkis. Ég mætti á skrifstofu hans stundvíslega klukkan 9 og fékk strax áheyrn. Nú stóð ég augliti til auglitis við þann mann sem mest réð í þessum óhugnalegu málum. Þó var hann sjálfsagt öðrum háður. Hann tók mig mjög kurteislega og vantaði meira að segja lítið á að hann léti í ljós samúð með piltunum. Það er leitt að þessa gerist þörf. Foringinn hefur allatíð vilja náða dauðadanda Norðmenn. En nú hefur aðstæðan harðnað, þess vegna verðum við að beita dauðarustingu. Haldið þér að það dugi, áreiðanlega. Ég held ekki og ég þykist þekkja landa mína. Við getum þá ekki búist við að náðun verði veitt í framtíðinni. Það er ekki þar með sagt, en nú var auðvert að erfiðara tíma mátti vænta. Nú reið á að fá leyfi til að fara til ættingja mannana. Ég þorði blátt áfram ekki að varpa spurningunni beint fram á ótta við neitun. Má ég fara til aðstandanda mannana með fréttina í dag eða á ég bíða þar til á morgun? Hann svaraði strax, aftakan hefur verið framkvæmd, þið geti farið í dag, verið samt varkárir ef þið þurfið að skrifa bréf. Náu öryggislögreglan í eitthvað sem henni finnst grunsamlegt úti yfir, þó að þið kunnið að halda að þið hafi farið með rétt mál. Hann bætti við, það var leitt að norska þjóðin skyldi rísa upp til landstöðu. Það er alveg gagnslaust. Foringinn hvað hafa sagt einhver tíman að þjóð sem ekki ver sig eigi ekki skilið að lifa. Hann greip fram í, já, en konungurinn hefði átt að vera kyrr í Noregi bardögunum var lokið, lítið á Danmörku. Ég var þar fyrir stuttu, þar verður maður varla var hernámsins. Ég svaraði varfærnislega, það er heldur engin hvísling. Það skulum við ekki tala. Viðtalinu var lokið. Ég flýtti mér til ættingja mannana. Síðan fréttist að upp úr þessu hefði Dobenski fengið bréf frá Torpahoven sem bannaði að nokkur norskur prestur fengi að vitja dauðadæmdra fanga. Dobenski lagði bréf til hliðar og léti starfið ganga sinn gang. Þriðji lestur í forgörðum himinsins. Það leið aðeins vika. Þá var enn staðfestu dauðadómur yfir 3 Norðmönnum. Þeir voru allir frá Sandefjörð. Jóhann Mittun,
Övind Ask og Andreas Partners. Þeir höfðu komið sér upp sendustöð og reynt að senda skeyti til Englands. Lengra var ekki komið þegar komið var upp þá og allt stöðvað. Við sátum saman í sama klefa og hinni 5 félagarnir í vikunni áður. Dómurinn hafði verið kveðinn upp fyrir 10 dögum. Venjulega leið lengri tími en dómurinn væri staðfestur, svo þetta kom okkur alveg á óvart. Þessi 3 menn voru eins ólíkir og frekast mátti, bæði að aldri, skapi og útliti. Í einu voru þeir líkir, brennandi löngun til að vinna fyrir Noreg. Mittun hafði alist upp í næðingum skerjagarðslífsins í vestur Noregi og bar merki þess í útliti. Hann var fámall, en það sem hann sagði hann með kyrrlátri festu. Hann hafði tekið í arf trausta barnatrú sem ekkert hafði bifað. Þetta kvöld var hún besta traust hans meir en nokkru sinni áður. Ask bjó yfir ríkari tilfinningum og var skrafhreifari. Allt sem hann sagði og gjörði var vottum hlýtt hjartalag. Partners var kornungu piltur, en það skein vilja fest á einbeitni úr einlægum svip hans. Engin svipbrigði báru vottum kvíða eða hræðslu. Við fáum okkur sæti við langborð. Mittun situr öðrum megin en við hinir á móti. Ask hefur orðið fyrir í fyrstu. Hvað kemur eftir dauðan, Hauge? Þetta var alvöru þrungin spurning, honum lá þetta á hjarta. Við komum okkur saman að leita svars við því hjá þeim eina sem veit fullskil á þeim hlutum, Jesú Kristi. Aðri geta sagt margt fallegt, en hvað vita menn eiginlega þessa leyndardómsfullu hluti? Kristur svo eini sem getur talað af myndugleikum þá. Enginn sem þekkir hann getur efast að hann tali sannleika. Þegar maður á að deyja, hefur maður engin not af fallugum orðum. Þá þarf maður að vita hvað veruleiki. Við tökum Biblíuna og förum að lesa. Fyrst lesum við Jóhannes 14 hús föðurins með mörgu híbýlunum og veginn þangað. Síðan lesum við ýmsa reikningarstaði sem tala skýrt dauðan. Piltarnir 3 sitja hljóðir og hlusta. Á milli þess sem við lesum við reikningarstaðina tölum við saman. Bertnes vill fá að vita hvernig því sé varið með upprisu holsins. Gerist hún strax eftir dauðan? Eða gerist hún ekki fyrir hann eftir degi? Við tölum afstöðuna milli tíma og eilíðar. Það margt í eilíðinni við sem leggjum tímanlega mælikvarð og alla hluti getum ekki skilið. Það sennilega þess vegna að Biblían lýsir eilíðinni í einföldum og skýrum myndum. Ungi stúdentinn talar lærða mann sem hann hafi alltaf litið upp til. Sá maður hafi lýst því í samtali fyrir stuttu að hann tryði ekki á neitt handan við gröf og dauða. Lærður, það má nú segja, hann var lærður í þeim hlutum sem hann hafi kynnt sér, en þó var hann svo ákaflega ófróður þá hluti sem mannleg spekin ekki til. Það óhætt að trúa Jesú. Við lesum meira það sem Biblían segir traustur grundvöllur. Þetta eru sömu orð sem þeir hafa heyrt frá blautu barnsbeini. Þetta verður samt allt nýtt fyrir þeim í kvöld. Það færist heilu kyrrð yfir hópinn. Að lokum segir Ask, fullur traust og rósemi. Það ekki erfitt að deyja í Jesú nafni. Síðan kvöldi fór mestur tíminn í persónuleg samtöl. Það var svo ólíkt sem hverjum fyrir sig bjó í brjósti, að það hefði ekki verið rétt að tala það við þá alla saman. Klefinn upp undir þakinu var óþrefalegur. Sót úr reykháfnum hafði komið inn þakgluggann og þakti ómálað á borðið. Við tókum samt varla eftir því.
Eftirlitsmaðurinn satt hugsi á rúmstokknum og sagði ekkert orð. Fanginn satt á stól við borðið og sneri bakið að eftirlitsmanninum. Úr herberginu við hliðina heyrðist háreystu og hlátur varðmannanna. Það fór á mestu framhjá okkur. Hjá okkur var helgi og friður. Spurningarna voru einfaldar og skýrar. Opna Biblían og á óhreina borðinu gaf svörin. Allt sem var liðið hafði svo lítið að segja. Það sem framundan var svo mikilfenglegt. Þarna voru hetjur í forgarði heimsins. Það sem menn heyja að vísu enn baráttu, en það sem framundan fær þó meir og meir yfirhöndina. Í þessum litla loftklefa í Akarsus fangelsi lifum við aftur orð postulan í fangelsun í Róm. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem fyrir framan Þegar ég kem aftur morgunin eftir, hafa þeir allir notið góðra hvíldar og meira að segja blundað ofurlítið. Mittun gengur gól. Hvernig líður þér, Mittun, spyr ég. Mér getur ekki liðið öðru í sinn vel. Ask situr við borðið og að skrifa. Yfir honum var friðsatt blíður svipur, þrátt fyrir það að hann væri búinn að líða veikind og þrengingar í fangelsinu. Ljómaði nú af honum traust og karlmennska. Því getur Guðs orð eitt komið til leiðar. Bartnes alltaf að hugsa. Hann lítur mig spyrjandi augnaræði. Leyfilegt að segja nokkuð? Túlkurinn var enn ekki kominn. Varðmaður kinkar kolli. Það ekki stjórnmál. Nei, það trúmál. Hann lítur aftur á mig. Nú mig orðið þetta allt ljóst. Þegar í deg hitti ég þá sem eftirlifa strax. Hvað áttu við með því? Jú, þá ég komin í eilíðina. Þá tíminn ekki lengur til og ekkert sem nefndir í dag eða morgun. Manni finnst sennilega það vera eins og maður sem búin að sofa örstutt á stund en vakni svo. Þá finnst manni eins og maður hafi ekkert sofið. Þannig verður það þegar maður vaknar í eilíðinni. Morgunum líður fljótt. Við búum okkur undir altarisgönguna. Foringi varðmanna spyr hvort við viljum ekki heldur fara niður í fangelsis kirkjuna. Varðmennirnir fara með okkur niður. Piltarnir setjast á fremsta bekk. Það gott að standa frammi fyrir altarinu og lesa Guðs orð, sem stendur þótt himinn og jörð líði undir lok. Við sameinum hugi okkar í bæninni, sem söfnuðu Guðs hefur boðið og biður enn á undan hverri altarisgöngu. Hvort heldur við hátíðlegt tækifæri í guðþjónustum safnaðarins eða við sjúkrabeð í sorg og þrautum. Í þetta skipti báðu þessarar bænar 3 norðmenn sem höfðu fórnað öllu fyrir föðurlandi, en áttu samfélag við söfnu Guðs bæði syndajátningu og trú á Krist. Þeir krupu við altarið. Við meðtókum allir líkama og blóð drottins. Hinn krossfestu og uppreisni Jesús Kristur, sem nú hefur veitt yður hlutdeild í sínum heilaga líkama og blóði, sem hann hefur friðsagt með fyrir allar yðar syndir. Hann styrki yður með því í sannri trú til eilífs lífs. Við syngjum af hjarta. Við fórum aftur í klefan, þar sem þeir höfðu verið nóttina. Bifreiðarnar eru komnar og herréttadómararnir ganga inn. Í för með þeim þýskur herprestur. Þeir undirbúa sig undir verk sitt. Við söfnum saman á miðju gólfinu og lesum aftur Jóhannes 14, 1-4. Því næst verður það kveðjast. Piltarnir eru leiddir niður. Ég gengu eftir út af bifreiðunum. Það farið að birta af degi. Bifreiðahurðunum skellt aftur og piltunum ekki í burt. Ég gengu eftir þangað til bifreiðarnar hverfa fyrir götuhorn. Í bænum gengur lífi sinn vana gang. Spórvagnarnir skrölta göturnar. Þeir hafa sér til vinnu sinnar
og vita ekkert það sem fram hefur farið. Það svo erfitt að koma út úr birtunni í forgarði himinsins í hálfrökkur hversdags lífsins. Jólakvöld. Jólakvöld. Það komu jól þennan vetur sem aðra. En dagarnir fyrir jólin hafði verið dimmir og daprir og þrungnir ógn. 7. desember hafði 11 menn frá Stavanger og Rogaland verið dæmdir til dauða. Karl Johan Offenthal, Borgen Boy, Kjærluf Boy, Georg Fjallberg, Thomas Fjarmestedt, Georg Helland, Einar Hosset, Martin Jakobsen, Olaf Ragnvald Olsson, John Nielsen og Arv Palsner Pettersen. Norsku verjendurnir gerðu allt sem í þeirra valdi stóð, en því var ekki þokað. Þjóðverjarnir héldu fast við dauðadóminn. Í þessu máli voru ástæðurnar margar hverjar lítilvægar. Það skipti engu máli, því að létu sér litlu skipta hvað rétt var og ekki rétt. Þeir hugsuðu ekki annað en stríð og þýska hagsmuni. Eins og venjulega var send beiðni náðun og úrslitana máttu vænta rétt fyrir jólin. En ekkert gerðist. Var þó einhver von? Jólin það minnstakosti ekkert aðhafst. Við vorum þrátt fyrir allt léttir í skapi. Ég reyndi að gleyma samtalinu við Dobunski. Nú var jólakvöld. Við sátum í fangelsiskirkjunni og biðum fangana. Vinkonu mínar og hjálparhellur, frú Guðrún Collett og ungfrú Agnes Coing, höfðu lagt sig alla fram við jólaundirbúningin. Dýrlegt jólatrí allsett ljósum stóð fyrir framan altarið. Eins og siður var heima var öllum pökkum raðað í kringum tréð. Á bekkjunum lágu söngbækur handa öllum föngunum. Ungfrú Coing hafði meira að segja fengið leyfi fangavaraðarins til að vera viðstödd guðþjónustuna. Við vorum vist ekki síður eftirvæntingafull en fangarnir. Nú heyrist reglubundi fótatak úti í stiganum. Dyrnar opnast og fangarnir ganga inn. Við heilsuðum þeim og bjóðum þá velkomna. Þeir staðnamast hálf undrandi fyrir fram að jólatréð. Það munar minnstu að viðbyrðin verði of mikil að koma hingað úr leiðinlegu klefunum. Þarna koma hinnir 11. Handtökin verða ennþá þéttari, þeir brosa. Það hlýtur að vera góð sviti að máli dregst á langin. Hellan tekur svo þjött í hönd mér að ég finn til allt kvöldi. Nú hef ég eignast þann frið sem æðri öllum skilningi. Það engu líkara en að hann flytti með sér sjálfan jólafriðin. Allir eru sestir í sæti sín og ómar orgelsins fylla kirkjuna. Hugurinn viknar og nemur staðar á friðsælu litlu heimili einhver staðir Noregi. Þar allt tilbúið undir hátíðina. En raunabær hvílir yfir jólakvöldinu í þetta sinn. Það vantar einn við jólaborðið. Það ekki ólíkt að jólatónarnir kalli á hverja minningu eftir aðra. Við bjóðum hver annan velkomin. Það ekki alltaf hægt að halda jólin eins og við bestu kísum. Umgjörðin getur breyst, en jólabóðskapurinn og jólasöngvarnir eru þeir sömu. Og umfram allt, sá sem þungamiði hátíðarinnar hinn sami. Það hægt að loka hann fyrir utan dyr hjartans en aldrei fyrir utan neinar fangelsistíð. Hann viljum við safnast í kvöld, og nú skulum við ásamt þúsundum heimil að syngja, heimsum ból, helger og jól. En hvað þeir geta sungið? Það engu líkara en að allt sem býr inni fyrir hjá þeim fái útrás jólasálminum. Síðan lesum við jólaguðspjallið. Fangelsið með öllum föngunum, hinir dauðadæmdu, vonirnar, allt hjálpast að gera guðspjallið enn innihaldsríkara. Yður í dag frelsari fæddur. Í ræðinu tala ég Hans Níels Haug.
sem fyrir meir en 100 árum sat í fangelsi í Ráðhúsgötu rétt á Arkessus. Á aðfangadagskvöld kom vinur hans vestan yfir fjöll til að heimsækja hann. Honum var neitað inngöngu. Dapur í huga gekk hann fram og aftur fyrir utan klefagluggann. Ef vera kynni að honum auðnaðist að sjá vini sínum bregða fyrir. Hann gekk þar ekki lengi, þangað til hann sá allt í einu skugga bera á gluggann. Honum skilst að Haug hafi séð hann. Rétt á eftir var haldið logandi kerti út í gluggann. Hann sá hönd koma í ljós og hún klippti skarið af svo ljósið logaði skærar. Það var jólakveðja fangans. Við skulum láta upplýst ljós vera kveðja allra norðmanna í kvöld, ykkar hér og þeirra sem úti eru, okkar hér heima og þeirra sem í fjarlægð eru. Við skulum láta það berast frá einu klefa til annars, frá húsi til hús, frá landi til lands. Lyft hátt ljósið þínu, lát það loga skært. Við getum gjarnan látið ljósið tákna allt sem er gott, allt sem er lofsvert, en við skulum fyrst og fremst láta það vera tákn sjálfs jólaguðspjallsins, hann sem fæddist á jólanótt. Á dimmri nótt er tendra ljós og ljósið er Jesús Kristus. Við syngjum hvern jólasálminn eftir annan. Á milli sálmanna er sungin einsöngur eða leiki á fiðlu með orgel undirleik. Í kvöld verðum að líka að segja eitthvað Noreg. Og aldrei hefur söngur Kasparis, Norge mitt Norge, borist að eyrum þakklátari áherendum. Okkur hefur verið afmarkaður 1 klukkutími til guðþjónustuna og hann líður fljótt. Við þurfum líka að hugsa pakkana hjá jólatrénu. Það er vist langt síðan nokkrum jólagjöfum hefur verið tekið með slíkum fögnuði. Í fangelsinu verður hvert smáatvik sem stór atburður og ekki síst á jólakvöldi. Við göngum á milli fangana og tölum með ofurlítið við þá. Vissulega hvíli alvara yfir piltunum, en alls ekki raunaleg alvara. Þeir eru þrátt fyrir allt léttir í huga og glaðir. Enn höfum við tíma til að syngja og söngurinn er karlmannlegur og þróttmikill. Þegar við endum með því að syngja Guð signi vort dýri föðurland, en sem allt sameinist í heitri bæn fyrir landinu okkar Noregi, sem nú er klætt í vetraskrúða en ber þó harm í hjarta. Fangarnir ganga einn og einn fram hjá okkur, þétt handag segir margt sem engin orð fá lýst. En 11 ungi norðmenn höfðu nú haldið sín síðustu jól, segir margt sem engin orð fá lýst. En 11 ungi norðmenn höfðu nú haldið sín síðustu jól, segir margt sem engin orð fá lýst. En 11 ungi norðmenn höfðu nú haldið sín síðustu. 4. lestur. Þeir 11. Dr. Offerdal benti með dag nokkur fyrir jólun á þessu orði í Biblíunni. Hef ég ekki útvaliðu 12 og einn af yður er djöfull. Þessi orð virtust eiga vel við nú. 12. maður hafði verið málið riðinn. Hann hafði komið sér í mjúkinu á þeim og þóst ætla að vinna með þeim fyrir föðurlandið, en fyrr en varir er gestabó komin. Þá fyrst var þeim ljóst að svo 12. var djöfull. Þeir 11 létu sér ekki detta dauðadóm í hug þegar þeir voru handteknir að áliðnu sumri 1941 og aðrir þaðan af síður. Fyrstu vikurnar í fangelsunni í Stavanger virtist vera nægileg refsing, því að margir þeirra fengu þá að kenna á þýskum pyntingaraðferðum. En það gekk þó aldrei svo langt að þeir eru að sleppa öllu sambandi við aðstandendur sína. Eitt góðan veðurdag hurfu þeir svo. Það kom þó brátt í ljós að þeir höfðu verið sendið til Ósló til yfirheyrslu við yfirherréttinn. Þá var mönnum ljóst að alvara var á ferðum. Úrslitana var heldur ekki langt að bíða. Þau voru dauð og dómur. Eitt þeirra, Hellanda nafni, fekk meira að segja 2-faldan dauðadóm. Biðtíminn í Arkessus fangelsi virtist ekki vera eins óttalegur
og við hefðum mátt búast. Einar Hosset sagði einu sinni: þegar ég hef hingað til lesið í dagblöðunum dauðadóm, hef ég alltaf hugsað sem svo að ég hlyti að verða brjálaður ef hann yrði kveðinn upp yfir mér, en nú finn ég að það allt öðruvísi en maður hefur hugsað sér. Þessi orð gátu verið tölu fyrir munn þeirra allra. Það var til hreinnar uppbyggingar að koma í klefan til þeirra þessar mundir. Stundum fer mann ósægileg gleði þegar maður hugsa til þess að maður á trúna og Krist og að maður skuli vera norðmaður. Það fannst mér oft þegar ég kom úr stafanga í klefanum, og ekki hvað síst þegar við höfum átt guðþjónustu stundir saman. Rétt fyrir jólin höfðum við altarisgöngur og skriftir. Við höfðum ekki fyrr haft skriftir í fangelsinu, en þeim fannst þeir nauðsynlega þurfa að hafa þær með. Þeim fannst ómetanlegt að geta notið þeirrar áþreifanlegu og sýnilegu hjálpar sem skriftirnar eru, til að taka á mótin á Guðs. Margir þeirra töluðu síðar þessa stund við altarið sem helgast á augnablik þessara vikna. Sunnudaginn milli jóla og nýjárs fannst manni óhugsanlegt annað en að herrétturinn tæki sér frí. En síðdegis þann dag hringt frá Arkasus. Ég hef beðið að koma þangað klukkan 8 kvöldið. Þarna gat ekki leginn eitt að baki við. Þó gat verið að enn væri ofurlítli von við Fjallberg. Bíblían gaf mér gott orð handa þeim. Óttast þú eigi, því að ég er með þér. Láta ég hugfallast, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Ég kom stundvíslega til fangelsisins, en varð að bíða lengi á einni skrifstofunni. En þá var ekki búið að segja þeim 11 neitt sjálfum, og þeir byggust síst af öllu við nokkrum úrslitum þennan dag. En ég þekkti þá. Ég vissi að það myndi ekki vera komið að þeim óviðbúnum. Loks kom dómarinn með föruniti sínu. 11 dauðadómar voru staðfestir. Enginn var náðaður. En varð ég að bíða, meðan föngunum var tilkynnt að náðunarbeiðnin hefði verið synjað. Mér fannst ég sjá þá alla fyrir mér í röð. Þá hefur líklega grunað hverskins var, þegar þeir voru kallaðir út á þessum tíma sólarhrings. Staðfestingin er lesin upp í höstum og snubbóttum róm. Túlkurinn endurtökur á norsku það sem sagt er. Þeir taka þessu alveg eins og þegar þeir heyrðu dóminn kveðin upp fyrir nokkrum vikum. Þeir voru rólegir og karlmannlegir, og enginn sér þeim bregða. Þeir taka þegjandi pennan hver og fætur öðrum og skrifa undir skjölin. Allir höfðu þeir haft hjá sér Nýja testamenti, sálmabók og hugvekjubók. Sumir þeirra komu með hugvekjubókina sína til mín og sína mér. Sjáðu, hvað stendur við dánardag minn? Við lesum hugvekjuna hinn 29. desember. Drottinn, nú lætur þú þjóð þinn í friði fara, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt. Við stöndum allir í þéttum hóp á gólfinu og tölum saman innihald hugvekjuna. Karlu Bói sýnir okkur ýmislegt í sálmabókinni, sem hefur orðið honum til sérstakra blessunar. Hann vildi sérstaklega vekja athygli okkar á bænunum, sem prentaðir eru aftan við sálmabókina. Lesi til dæmis bænina í sjávarhoska, bætti hann við. Fjallberg, sem var trésmiður frá Hjálmeland, stóð einsamall út við dyr. Þjóðverjar höfðu ekki haft neitt annað upp á hann að klaga en að hann hafi tekið eftir skipun yfirfóringja síns, falið eitthvað á vopnum þegar þeir urðu að gefast upp í Roldal vorið 1940. Við höfðum alltaf haldið að yrði nokkur náðaður, þá yrði það hann. Ég gekk til hans og sagði:
Pétberg, við tekur sárast til þín. Það alveg óskilinlegt að þú skulur hafa fengið slíkan dóm. Svarið var einbeitt og hreinskilið eins og maðurinn var sjálfur. Það nú svo. Ef við eigum að fara að tala það, þá hef ég líklega gert miklu meira en allir hinir, en Þjóðverjarnir fengu aldrei neitt að vita það. Fyrst fannst mér erfitt að skrökva, mér líð illa út af því, en einu sinni heyrði ég prest tala þetta í prédikun í fangelsinu í Möllergata 19, og þá skildist mér að því var öðruvísi varið í stríði. Nokkur sem veit hvað þú hefur gert, Fjallberg? Já, fólki heima veit það. Þá tölum við ekki meira það. Það var engin ástæða til að vekja óþarfa grunsemdir hjá túlknum, svo að við drógum okkur inn í hópinn til hinna. Tíminn var takmarkaður eins og áður, og það var farið að verða framorðið. Við urðum að fara að snúa okkur að því að tala saman undir 4 augu. Því miður máttu við ekki eyða nema 15 mínútum handa hverjum. Þeir höfðu haft góðan tíma til að lesa Guðs orð í kyrrðinni í klefanum. Allir höfðu eitthvað að segja hvílíka þýðingu það hefði haft. Það gat átt við þá alla það sem Martin Jakobsson lét skila heim til sín. Byttu þau að lesa í Nýja testamentinu mínu. Þar finna þau undirstrykku orðin sem hafa haft sérstakt gildi fyrir mig. Ég hef lært að skilja að hjálpræðið gjöf. Þeir töluðu einnig mikið ritningar orð sem hefðu fyllt þeim frá blautu barnsbeini. Það óþarfi að taka það fram að kærleikurinn til lands og þjóðar var grunntónnin í öllu sem sagt var. Það var ekki hægt að segja margt með berum orðum. Varðmaðurinn sá það, en á slíkri nóttu sem þessari sagt svo margt sem þarf ekki að lýsa með orðum. Borgenboy var þó sagt það allt skipt. Ég lenti í lífsáska meðan á stríðinu stóð, en mér var þó hlýtt, og það var líklega vegna þess að ég ætti enn eftir að vinna vandasamt verk. Ég verð enn að bæta við ofurlitlu atriði úr samtalinu við Offendal. Hann var að tala hatur og hefnd og hélt svo áfram. Ég get sjálfur fyrirgefið öllum, líka honum sem kom upp okkur. Ég var sem þrumur lostinn, þótt undanlegt sé frá að segja. Offendal, hvernig getur þú sagt þetta? Þú veist að við biðjum sjálfur Guð fyrirgefningu. Þess vegna verðum við að vera fúsir til að fyrirgefa öðrum þá smámunni sem þeir hafa gert okkur. Svo sannarlega kallaði hann þetta smámunni. Þannig lítur það þá út í birtu eilíðarinnar. Nóttin var fljót að líða. Það var nóg að tala og auk þess þurftu þeir að skrifa heim til sín. Þau lögðu sig ofurlitla stund lágnættið. Það var margt sem leitað á hugan, og stundum getur engin vinur jafnast á við það að vera einn. Ég var að fara 2-leytið, en mér var sagt að ég mætti koma aftur klukkan 7 á morgni. Þegar ég kom aftur, stóð stór flutningabiðrið við fangelsisliðið og varðmenn stóðu í röðum. Það virtist ekki vera svo langt þangað til haldið yrði af stað. Fangarnir tóku á móti mér, jafn hugprúðir og kvöldi áður. Kjærlu Boy sagði mér að segja, þetta undarlegt. Mér finnst ég blátt áfram geta glaðst yfir því sem á að gerast í dag. Það ljómaði af bjarta, fallega andlitinu. Varðstjórinn gefur okkur merki að koma. Við eigum að fá leyfi til að hefja altarisgöngu í fangelsiskirkjunni. Í þetta sinn vilja þeir líka umfram allt hafa skriftir. Þeir báðu eindregið það kvöldi áður. Við söfnumst í hóp við dyrnar. Það er mjög hljótt. Varðmennirnir standa líka hljóðir.
Oftedal, sem alltaf hefur verið foringi þeirra, tekur til máls. Viltu biðja fólk í Stavanger að vera alveg rólegt þegar það fréttir þetta? Við viljum ekki að aðri baki sér vandræði út af þessu. Segðu þeim að það sé okkar eindregin ósk. Svo verður þú að segja löndum okkar að þeir megi ekki hata. Biðtu þá að byggja Noreg upp í kærleika. Allir hinir láta í ljósi að þeir tækju sama streng. Einn af þeim bætir við: biðtu þá líka að leita Guðs. Þetta sögðu þeir alveg yfirlætislaust. Þeir vita það víst ekki sjálfur að orð þeirra bera þegar blæð þeirra eilíðar sem við þeim blasir. Þeir eru ekki að velta því fyrir sér að með þessum orðum eru þeir að senda arfleifturskrá sína til þeirra sem byggja eiga þetta land eftir þá. Sterkur vörður fylgjur okkur til kirkju. Piltarnir fá sér sæti á 2 fremstu bekkjunum, en verðirnir fá sér sæti aftast í kirkjunni. Ég hafði hugsað mér að láta söngi falla niður að þessu sinni. Ég var hræddur að hann gæti orðið þeim megn, svo sterkir væru. Þá kom Oftedal til mín og segir: piltana langar til að syngja. Guð signi vort dýri föðurland, eins og við erum vanir við guðþjónusturnar. Og ef við mættum syngja meira, þá langar okkur til að syngja: vor Guð er bjarg og bjargi traust. Við syngjum: engum sér bregða. Söngurinn er karlmannlegur og þróttmikill. Gamla kirkjulega skriftabænin túlkaði vel það sem í hjörtunum bjó. Leið mér að heyra orð þitt náðursamlega fyrirgefningu allra synda minna, og lát mig trúa því og geyma það í hjarta mér til eilífrar huggunar. Drottinn, miskunna þú mér. Amen. Þeir klöpu allir við altarisborðið og tóku á móti aflausn og fyrirgefningu syndana. Stundin við altarisborðið var mikið fenglegt, en þó bar ekki mest á sterkum tilfinningum. Það ríkti einhver dásamleg kyrrð. Þar var svo örugt og gott að vera. Við fundum betur en nokkru sinni fyrr að við stóðum á heilari jörð. 23. sálmur Davíðs lýsir eftir við betur en nokkuð annað reynslu okkar. Ég virti þá fyrir mér meðan ég var að lesa sálminn og tók eftir því hvernig hvert orð í sálmunum lýsti tilfinningum þeirra. Það var ekki fyrir seinna að mér var ljóst hve merkilegt þetta var. Já, gæfa og náð fylgja mér. En það var ekki að villast þeir litu svo á. Enn einu sinni beinist hugurinn að landinu og þjóðinni, sem þeir gátu ekki þolað að sjá traðkað á. Í síðasta sinn sungu þeir ættjarð sálminn: Guð signi vort dýri föðurland. Stund stöndum við kyrrir, síðan tökumst við í hendur. Úti á ganginum bíða varmennirnir með handjárnin. Það fær svo ósegjanlega mikið á mann að horfa á þegar þau eru sett á þá, en fangarnir láta það ekkert á sig fá. Plesner Petersen sagði það sem þeim bjóðist öllum í brjósti. Ég hefði aldrei trúað því að það væri hægt að eignast slíkan kraft. Við tökumst enn þéttar í hendur og því næstir farið með þá út í bifreiðina. Ég horfi á eftir rauðu afturljósunum eftir allir kirkjugötu. Þegar kemur út að Karl Jóhann hverfur það loks í umferðinni. Í þetta sinn fengum við ofurlítið að frétta síðustu stundina. Þýski herpresturinn sem fylgdi þeim síðasta spölinn var alveg gagntekinn þegar hann kom aftur. Hann kvaðst aldrei hafa séð jafn heita trú og innilegt traust allt til síðustu stundar. Það sem hann hafði heyrt og séð hefði haft þau áhrif á hann að honum fannst að það hlyti að vera miklu léttara að deyja eftir hann
hafði séð þetta en hann hafði áður haldið. Hann hafði setið við hlið piltana í flutningabifreiðinni og rættið þá einhver Oftedal. Þeir voru allan tíman eins og þegar hann sá þá fyrst kvöldi áður. Hann sagði mér frá samtalinu við Oftedal. Ég hefði gjarnan viljað snúa aftur til Stavanger og halda áfram læknastörfum mínum. Ég býst við að ég hefði getað orðið sjúklingum mínum að meiri liði hér eftir en hingað til, en Guð vill haga því öðruvísi. Þegar komið var á ákvörðunarstaðinn var dómurinn enn einu sinni lesin upp yfir þeim, því næst var þeim raðað upp. Oftedal biður að handjárnin séu tekin af þeim og það strax gert. Presturinn las á norsku. Jesús sagði: Ég upprisun og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, og hver sá sem lifir og trúir á mig skal aldrei eilífu deyja. Trúir þú þessu? Allir svöruðu þeir hátt og skýrt já. Presturinn gengur að hverjum fyrir sig og tekur í hönd hans, því næst dregur hann sig í hlé. Einhver piltana hrópar: Guð varðveiti föðurlandið. 3 stutt skipurnur og kveða við, þá þeir komnir heim. Presturinn og aðrir standa kyrrir, eins búið að leggja þá alla í gröfina. Hann safnar öllu viðstöddum að gröfin og segir: Þessi menn hafa líka fallið fyrir sitt föðurland. Við skulum minnast þeirra hljóðir hér við gröf þeirra. Allir standa í heiður stöðu. Að síðustu biður hann hinna drottninlegu bænar: Faðir vor. Já, satt það. Þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. 5. lestur. Kári. Ég hitti Kára Iversen í fyrsta skipti föstudaginn 30. janúar 1942. Hann hafði daginn áður verið leiddur fyrir herrétt ásamt hollendingi að nafni Paul Windemöller og verið dæmdur til dauða fyrir aðstoð við óvinnina. Þeir höfðu báðir reynt að komast til Englands á vélbáti ásamt nokkrum fleiri hollendingum en orðið að snúa aftur vegna veðurs og horfið til vinnu sinnar. Til allra ógæfu komst þetta tiltæki í hámæli og þeir voru teknir fastir. Þegar hér var komið sögu voru þeir búnir að sitja í fangelsi í 1 ár og lengst af að gríni. Engum þeirra hafði látið sér detta í hug að dauðadómur gæti komið til greina. Hann kom eins og þruma úr heiðskýru lofti. Kári hafði helst látið sér detta í hug að 1 ár myndi vera nægileg hegning og hann myndi því bráðum fá að fara heim. Þrátt fyrir þetta æðruðu þeir ekki þegar ég kom í klefan til þeirra. Hollendingurinn var mjög laglegur maður með björt augu og íturvaxinn. Hann vakti athygli á sér í fangelsunni fyrir málakunnáttu sína. Á þessu eina ári sem hann hafði verið að gríni hafði hann lært norsku vel og talaði hana reiprennandi. Hann var kaþólskrar trúar en vildi fyrir hvern mun fá lútherskan sálusorgara og helst af öllu norskan prest. Kári var ekki nema 18 ára. Hann hafði útvegað hollendingunum farkost en hafði eiginlega aldrei ætlað sér að fara sjálfur. En þegar til kom gat hann ekki staðist mátið og fór líka. Hann talaði mikið móður sína. Hann sagði að hún og fleiri af skyldmönnum hans væri lifandi trúuð. Hann hefði sjálfur alist upp undir áhrifum kristinnar trúar frá blautu barnsbeini. Allur svo arfur hafði orðið honum ljóslifandi eftir að hann kom í fangelsið. Fyrir jólin hafði hann legið í botnlangabólgu á Alvel sjúkrahúsi og þá hafði margt skýrst fyrir honum. Hann hafði fengið að fara til altaris bæði þar og í Möllergate 19. Þrátt fyrir þetta allt var sem hann gæti ekki með nokkru móti hvílst í trúnni. Það sem olli honum mestu áhyggjum var umhugsunin móður sína.
Hún hafði átt erfitt dagana og var heilsu lítill. Hann var hræddur að hún myndi ekki hafa þetta af. Hann þráði heitast af öllu að fá að hitta hana, en var hræddur að hún myndi ekki þola svo langa ferð. Þegar ég kom aftur til Kára í næstu viku, ljómaði friður á ásjónu piltsins. Hann benti á hugvekjubókin og sagði leið og hann lagði áherslu á hvert orð. Þessi bók hefur hjálpað mér til öruggrar trúar. Ég blaðaði dálítið í henni, allstaðar voru undirstrikanir og á ýmsum stöðum hafði hann skrifaði smá athugasemdir, sem allar báru vottum þessa nýju reynslu hans. Get ég fengið að segja frá því við guðþjónustuna að ég hef fundið frið við Guð. Fangarnir mega vist ekki tala við guðþjónustuna. Getur þú ekki sagt frá því fyrir mig? Það getur verið, en ég veit aðra aðferð til að segja frá því. Á mánudaginn verður altarisganga, þá getur þú játa fyrir hinum hvað þú hefur eignast. Sjáðu hvað stendur í 1. Korinthubréfi 11. kafla 27. versi. Því að svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Maður varð ekki var við minnsta ótta hjá honum. Ég sagði við hann að það væri ekkert undarlegt þótt hann kynni að vera hræddur og hann skyldi tala það hispurslaust ef svo væri. Ég er ekki vitund hræddur. Það er bara svo erfitt að hugsa til þess hvað fólki mitt heima verður að þola. Mig verður það sem Guð vill. Það getur verið að þú fái náðu. Já, þá ætla ég að lifa sem lærisveinn drottins alla ævi. En það er mestum vert að hljóta náð hjá Guði. Já, það er áræðanlegt. Þetta var merkilegur piltur. Hann var ekki nema 18 ára og átti þó svo örugt traust, enda þótt ekki væri meira en vika síðan að honum hefði ekki komið til hugar dauðadómur yfir sér frekar en okkur hinum. Næsta mánudag var altarisganga í kirkjunni. 20 fangar voru viðstaddir. Ég vissi ekki almennilega hve margir þeirra myndu koma til altaris. Flesta þeirra þekkti ég ekki að öðru en því að hafa séð þá í kirkjunni. Ég þekkti einn verkamann sem þarna var og það var víst að hann myndi koma. Hann gekk líka fyrstur upp að altarinu. Því næst verður ofurlítið þögn, en þá stendur Kári upp og gengur fram. Allt í einu standa eini 9 eða 10 upp, aðrir upp og krjúpa við gráturnar. Við eignumst eina hátíðastundina í fangelsiskirkjunni. Það er ekki hvað síst á slíkum stundur sem þessum að maður lærir að þakka fyrir blessun kvöldmáltíðarinnar. Að lokinni guðþjónustunni gat ég flutt Kára til gleðitíðinda að móðir hans væri komin. Hún ætlaði að búa í díakonsheimilinu meðan hún væri í borginni. Þar naut hún allra þeirra aðhlýningar og umhyggju sem í mannlegu valdi stendur að láta í té undir slíkum kringumstæðum. Það þarf ekki að spyrja það hvort Kári hafi orðið glaður við. Nú liðu ekki margir dagar sem mæðginin fengu að hittast. Móðirin var þrátt fyrir veikindin gætt undursamlegum styrkleika og varð syni sínu til mikillar hjálpar með rósemi sinni. Þegar ég kom til hans daginn eftir, sagði hann mér að það hefði í senn verið honum erfiðastur og bestur dagur þegar hann fekk að hitta móður sína, en hann hefði ekki séð síðan hann var tekinn fastur fyrir 1 ári. Hún er þó alltaf mamma, enginn skilur mig eins vel og hún. Hver vikan leið eftir aðra og við hittustum oft við guðþjónusturnar og þegar ég gekk í klefana. Ég man sérstaklega eftir síðasta skiptinu hann mátti taka þátt í guðþjónustinni. Það var talað út frá einum af helstu akkerstustextunum, 23. sálmi Davíðs. Ég held að hann hafi aldrei haft augun af mér meðan ég flutti ræðuna.
Það var ekki að villast, það skein úr augnaráðunni. Þetta hef ég reynt, Drottinn minn hirðir, ég mun ekkert bresta. Yfir Vinnemöller hvíldi líka undursamleg ró og friður þennan tíma. Hann las mikið í hollensku biblíunni sem við útvögum honum. Hann var ennfremur mjög þakklátur okkur fyrir nokkur uppbyggileg smárit, en þau sökti hann sér niður í. Hann var fjarri föðurlandi sínu og sínum nánustu, en honum var vist einhverju huggun í því að það var í Noregi sem hann varð að þola þetta. Sameiginlegu örlög höfðu nú tengt þessar tvær þjóðir sterkari böndum en nokkru sinni fyrr. Og honum fannst hann vera knýttur okkur Norðmönnum slíkum kærleiksböndum að maður gat blátt áfram komist við. Kvöldi 24. febrúar var Kári út í klefaglugganum og að kallast á við nokkra af félögum sínum í öðrum klefum. Þetta var nú reyndar ekki leyfilegt athæfi, en þýsku varðmennirnir voru ekki vanir að vera léttir í gangi, svo að maður var vanur að heyra í þeim áður en þeir komu að manni. Eitt þeirra félaga hafði blátt áfram spurt Kára á þessa leið: Ertu alveg vissum að þú sért reiðubúin að mæta því sem framundan Kári? Já, svaraði Kári, ég veit að ég hófin. Í sama bili flýta þeir sér allir úr glugganum. Þeir höfðu heyrt glamrið í járnum skónum út á ganginum. Það voru opnaðar 4 eða 5 klefahurðir og fangarnir kallaðir út. Hinir hlusta. Það eru Kári og hollendingarnir, öllum ljóst hvað á seiði. Herrétturinn settur. Einn af vinum mínum í fangelsinu, verkamaðurinn, sem ég myndist á áðan, hefur nú heyrt þetta 5 sinnum í vetur. Hann sest hljóður á rúmstokkin sinn og tekur til sinna starfa. Honum þungt í huga. Honum farið að geðja svo vel að unga piltunum að vestan. Ó, að þetta skyldi fara svona. Meðan Kári og félagar hans eru fyrir herréttinum og hlusta á staðfestingu dómsins, spennir norskur verkamaður vinnulúnar greipar og ber ungu piltana og bænarörmum fram fyrir hástól náðarinnar. Hann hefur gert það fyrr, hann veit að á það hlustað. Eftir stuttastund komið aftur. Það var enga náðun að ræða. Piltarnir 2 sem dæmdur höfðu verið til dauða áttu að fá að vera saman nóttina á einni af skrifstofunum. Það var sagt frá atvikum á þessa leið. Dómarinn spurði þó félag eins og vandi var hvort þeir hefðu nokkra athugasemdir að gera. Þá hefði Kári hort fast í augu hans. Nei, en við eigum báðir að mæta fyrir æðri dómstóli. Dómarinn hafði svarað á hreinni þýsku: Ég hef ekki gert annað en skyldu mína. Klukkan 15 mínútur yfir 9 kvöldið var hringt frá Arkassus og mér sagt að koma klukkan 10 og hafa móður Kára með mér. Það var undarlegt að ég skyldi eiga að taka móður hans með. Samt gat enginn vafi leikið á hvað var að vera. Kári hafði einhverja hluta vegna fengið leyfi til að hitta móður sína, þótt búið var að staðfesta dóminn. Það var aldrei komið fyrir, hvorki fyrr né síðar, svo ég viti til. Ég hringdi til díakonsuheimilisins og baðum að láta segja móður Kára tíðindin. Ég hvað best myndi vera að einhverju díakonsistirinn færi með henni og skyldi ég svo koma við og taka þær með. Eftir stuttastund var ég komin að stað í bifreiðinni á leið til díakonsuheimilisins. Ég varð að játa það að ég kveið fyrir. Mundi lasburðamóðurinn geta borið slikt áfall, eða Kári, hvernig yrði honum nú við? Móðir hans beið tilbúin og við héldum rakleitt áfram til Arkassus. Kvöldi var dásamlega fallegt. Silfurbjartur máni skein á nýfjallin snjóin. Það var alveg eins og hann vildi mótmála öllu því illa og syndsamlega hjá okkur með því að sína mótsetninguna, það hreina og fagra umhverfis okkur. Við nálgumst kastalann
Hliðið opnast inn á bannsvæðið. Þýskur hermaður kemur upp í bifreiðina til að flytja okkur upp að fangelshliðinu. Við ókum alla leið og nemum svo staðar. Það hringlar í stóru fangelshlyklánum og varðmaðurinn hleypur okkur inn. Móðir Kára bíður á skrifstofunni hjá varðmönnunum meðan ég fer til að hitta þýska herprestinn. Hann segir mér frá því að Kári hafi fengið leyfi til að tala við móður sína í viðvist bæði norska og þýska pressins. Ég fer inn til piltana. Við heilsum hljóðlega. Maður verður þess ekki var að maður sé komin inn í biðsal dauðans. Hér lýsir af von. Kári víkur strax að því sem honum ríkast í huga. Heldurðu ekki að margir komist til lifandi trúara við það sem nú að gerast í landinu, spyr hann. Þetta ákafi æskumannsins í útbreiðslu Guðs ríkis. Allir fái að sjá, enginn má lifa utan þess Guðs ríkis sem hann hefur nú sjálfur eignast. Við stöndum kyrrir og tölumst við hríð. Þeir eru báðir sannfærir það að Guðs vilji verði þeim til handa. Ekkert getur gerst án þess að hann sé þar með að verki, og allt samverkar þeim til góðs sem hann elskar. Ég segi Kára frá móður hans og bið hann að reyna að hjálpa henni eins vel og hann getur. Vinnemöller fer inn í hitt herbyggið og fær leyfi til að tala við díakonsuna á meðan, og móðir Kára leidd inn. Þau horfa stundakornu þegjandi hvort á annað. Það hljótt sem í kirkju. Þínast tekur móðurinn drenginn sinn í fang sér og fer að biðja. Róleg og full trúar traust. Þar sem himnesku friður komi yfir okkur og mildir raunir okkar og stríð. Það líður ekki nema stutt stund, Kári, þangað til við hittust aftur. Ertu ekki orðin hólpin? Jú, mamma, nú ég hólpin og ég trúi því að margir fleiri verði hólpnir á þessum tímum. Þau sitja hljóð saman. Veslingsmamma mín, það var sárt að þetta skildi koma fyrir þig. Ég mun fá styrk til að bera það. Þú verður að muna eftir orðum Jobb, drengurinn minn. Drottinn gaf, drottinn tók, lofað verið nafn drottins. En nú verður móðir hans að hvíla sig. Við förum með hana út aftur og systurinn tekur við henni. Vinnumöller kemur aftur inn og við tölumst við stund. Hugurinn reikar til vandamanna í austri. Hann hefði svo gjarnan vilja eiga þess kost að taka í hönd þeirra enn einu sinni. Ég lofa honum því að skrifa heim og segja frá málalokum. Okkur hafði verið leyft að hafa hönd altaris sakramentið og Vinnumöller hafði fengið sérstaklega leyfi til að taka þátt í því. Við syngjum alkunna sálmin okkar. Kári vill láta syngja, vor Guð borg og bjargi traust. Því að hann borg og bjargi traust, bætir hann við. Hollendingunum fær að taka á móti líkama og blóði Jesú ásamt útlöndum bræðurum. Þjóðatakmörk hverfa á slíkri stundu. Hér allir eitt í Kristi. Enn einu sinni fær móðurinn að koma til drengsins síns, enn fá þau að vera saman. Í síðasta sinn hér á jörð. Þau tala ekki margt, þeim nóg að vera saman. Kári veit með hverju hann á að hugga hana. Ég hólpið, mamma. Mundu það. Byttu alla sem ég þekki að leita drottins. Móðir hans hvíslar lágt. Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir viti ekki hvað þeir gjöra. Þá verður hún að fara. Dyrnar lokast á milli þeirra, en þau eru knýtt samfélagsböndum sem engar lokaðar dyr geta slitið. Ég stend kyrr ofur litla stund áður ég fer líka. Það sárt að þurfa að yfirgefa þá svona snemma nætur. Það engu líkara en Kári hafi lesið hugsanir mínar því hann segir: Þetta víst erfitt fyrir þig, Haugey, en mundu eftir himninum. Hann horfir á mig barnslegum, fögrum augum. Nokkurum klukkustundu síðar var ekið með þá til Hóje. Við vissum ekki þá hvert farið var með þá, en við vissum
að þeir varðveittu traustið og trúna allt til síðustu stunda. Þess vegna vissum við líka að Þjóðverjarnir sem lyftu byssum sínu gegn þeim gátu ekkert mein gert þeim. Dauði, hvar broddvör þinn? Dauði, hvar sigur þinn? Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottin vorn Jesúm Krist. 7. lestur. Englandsfarar. 27. júlí 1941 leggur lítill seglbátur með 2 mönnum upp frá Hýsøy við Arendal. Það góður byr af austri svo að bátnum miðar vel út Kaltesund. Hann leggur aftur að landi við Trómói, tekur 4 menn í viðbót borð og heldur síðan áfram út Skerjagarði. Það ekkert óvenjulegt að sjá við þennan bát. 6 ungir menn eru að skemmta sér að sumarlagi. Það vekur enga sérstaka athygli. En ef einhver hefði veitt þeim nánari gætur, hefði hann komist að raunum að sitthvað var athugavert við útbúnað bátsins. Í bátnum var vél, sjókort, áttaviti, prímus, matur, fatnaður. Allt var þetta í svo ríku mæli að varla gat verið venjulega skerjagarðsferð að ræða. Ætli þetta geti verið Englandsfarar? Ef svo þá hafa þeir telt og tæpast af að. Slíkir náungar eru ekki vanir að leggja svona austarlega út. Þeir sem þekkja piltana í bátnum geta samt ekki verið í vafa hvert ætla. 3 þeirra eru þaulvanir sjómenn sem hafa ekki á sjó komið síðan í apríl 1940. Þeir hafa aldrei getað hugsað sér það að sigla í þjónustu Þjóðverja. Félagar þeirra voru í siglingum heimshöfin og þeir höfðu heyrt það hvert gildi norski flotinn hefði í styrjöldinni. Þeir vissu að þeir myndu aldrei geta gert landi sínu meira gagn en með því að komast í þjónustu flotans. Hinnir 3 ætluðu að komast í norska herinn sem verið var að stofna í Englandi. Þessir 6 félagar höfðu tekið höndum saman og farið að undirbúa flótta til Englands. Einhverja hluta vegna urðu áform þeirra á of margra vitorði í bænum. Svikarar voru á hverju strái, því var rálegast að hafa hraðan á. Því var það að þeir héldu af stað heldur snemma sumars. Nóttin sem átti að leyna flótta þeirra var enn í stysta lagi. En nú eru þeir sem sé að halda af stað. Þetta var reglulega bjartur sumardagur. Sjóin brýtur á eyjum og skerjum, en hvítir mávar svífa þöndum vængjum allt umkring. Framundan lokkandi hafið, en að baki föðurland þeirra. Aldrei það eins fagurt og sólarlag á sumarkvöldi við suðurströndina. En þennan dag gefa þeir sér ekki tíma til að dásta Skerjagarðinum. Þeir hafa nóg að gera ef þeir ætla að vera búnir að ljúka öllum viðbúnaði fyrir nóttina. Einn þeirra Charles Jacobsen, stýrimaður, hefur ritað frásögn ferðina og honum segir svo frá. Þegar klukkan var orðin 22, drógum við upp segl og sigldum fyrst nokkra hringi, en þegar orðin var aldimmt klukkan 22:30, héldum við til hafs. Vindur var hægur á austan. Klukkan 23 settum við vélina í gang. Hún gekk ekki rétt vel í fyrstu, en komst þó fljótt í lag. Við notuðum hana þó ekki mikið því að byrinn jókst þegar leið á nóttina. Eittleitið var okkur öllum skotið skelk í bringu. Rétt hjá okkur komum við auga á bát, en til allra hamingju hélt hann áfram án þess að gefa okkur gaum. Við héldum allir að þetta væri varðskip, en það var ekki hægt að segja með neinni vissu, af því að dimmt var. Við sigldum áfram suður á bóginn og síðar ætluðum við að halda í suðvestur. Nú vorum við komnir algjörlega úr landsýn. Allt gekk vel nóttina. Við sigldum með 4 til 5 mílna hraða, en klukkan 6 morgunin komum við auga á 2 þýsk varðskip. Þau sigla á eftir okkur, svo að ekki neitt annað að gera en að gefast upp. Við ræddum málið stund og fannst okkur súrt í broti að vera teknir svona langt frá landi, eftir að hafa komist 40 sjómílur undan. En það var ekki neitt annað að ræða. Við urðum að lúta örlugunum. 7 að morgni þess 28. júlí náðu Þjóðverjarnir okkur og spurðu hvert við ætluðum. Til England, svöruðum við. Þeir brostu í kampinn og sögðu: England á í stríði, hvað ætluð þið að gera þangað?
Okkur var öllum skipað borð í þýska varðskipið og við urðum að láta af hendi öll okkar skjöl. Það var leitað á okkur og við urðum að láta allt af hendi sem við höfðum meðferðis. Báturinn okkar var bundinn aftan í varðskipið og eftir því sem ég best gat séð var haldið norður á bóginn aftur, en hvert vissum við ekkert um. Ég hélt fyrst að haldið væri til Arendal, en það var þá til Kristiansand. Það var haldinn strangur vörður okkur alla leiðina, en mat fengum við og kaffi. Við komum til Kristiansand klukkan 10:30 og þar kom hafnarlögreglan borð og sótti okkur. Það var farið með okkur á lögreglustöðina. Þar vorum við yfirheyrðir og eftir það tók norska lögreglan við okkur í fangelsi hér í Kristiansand. Og þar erum við nú og bíðum eftir dómi. Það var augljóst mál að þeir yrðu dæmdir í nokkra ára hegningarhúsavist og ef til vill allt þangað til stríðinu líki. Engum datt í hug neitt verra. Dagarnir liðu seint, en hvað fangelsislífið getur verið tilbreytingarlaust og ekki hvað síst þegar að vonir manns hafa hrunið í einu vettvangi og maður veit ekkert hvað maður á við tíman að gera. Haustið voru þeir fluttir í fangelsi í Møllerkt, 19 í Oslo. Þar leið þeim sæmilega vel. Þeir fengu að reykja og lesa og öðru hvoru var þeim leitt að taka á móti heimsóknum. Þennan vetur var farið að kveða upp dauðadóma yfir ýmsum föngum. Margir urðu kvíðafullir það fréttist, en þessir piltar létu í engu á sjá. Í febrúar kom mál þeirra fyrir herrétt. Norski málafærslamaðurinn réð okkur til að búast við hinu versta, enda var þess ekki vanþörf. 10. febrúar var kveðinn upp dauðadómur yfir 5 þessara pilta, þeim Olaf Andersen, Charles Jacobsen, Karl Petter Johansen, William Nielsen og Alexander Ugland. Sá 7. úr hópnum var dæmdur í 5 ára fangelsi. Málafærslumaðurinn sagði okkur frá því að eftir að dómurinn hafi verið kveðinn upp, hafði einn þeirra staðið upp, náfölur í framan og mótmælt dómnum. Félagar hans tóguð hann aftur niður í sæti sitt, en þetta var, þótt einkennilegt megi vera, ekki einn þeirra sem dauðadóminn hlutu, heldur sá sem ekki hlaut hann. Og mótmælin voru ekki gegn dómi félaga hans, heldur hans eigin dómi. Hvað átti það að þýða að láta hann fá annan dóm en hina? Höfðu þeir ekki allir verið á sama báti? Skömmu eftir þetta var Karl Petter Johansen sendur til Þýskalands, vegna þess að hann hafi verið viðriðinn Arendalsmálið mikla sem kallað var. Þar var hann afturleiddur fyrir rétt og dæmdur í nokkur ára betrunarhúsavinnu, en að sjálfsögðu breytti það í engu dauðandómnum. Þjóðverjar eru löngum sjálfum sér líkir. Nú var farið með hina piltana til Akkerhús fangelsisins, þar sem þeir skildu geymdir meðan náðunarbeiðnin yrði athuguð. Það tók 5 langar vikur á milli vonar og ótta. Voru nokkra líkur fyrir náðun í þessu máli. Við snérum okkur bæði austur og vestur. Allt var gert sem Norðmönnum gat verið samboðið að gera í þessu máli. Piltarnir tóku þessu sjálfur að mestu með jafnaðar geði. Þá langaði sannarlega til að lifa og oft hefur hugurinn áreiðanlega reikað heim á lítið heimili á Suðurströndinni. Þeir þráðu mest að fá að taka þátt í baráttunni fyrir frelsi Noregs og fá síðan að byggja upp þetta land og búa þar óhultir. En líkindi voru til að önnur leið ætti fyrir þeim að liggja. Ætli það hafi ekki verið erfitt fyrir þá að sætta sig við þetta. Það veit enginn hvað þeir hafa orðið að berjast við á einveru stundum. En eitt var víst, þeir létu þá aldrei neitt á því bera. Ef maður kom inn í klefan til þeirra voru þeir vanir að heilsa brosandi, setjast því næst á rúmbríkina og spjalla við mann. Þá var alltaf nóg að tala, en aldrei leið á löngu, uns Nýja testamentið var tekið fram. Þeir þurftu þá að tala einhver ritningarorð, eða fá svar við ýmsum spurningum sem þeir voru að brjóta heilan Stundum minntust þeir á hina örlegaríku ferðum Skagerrak. Þeir gátu ekki almennilega gert sér grein fyrir hvernig Þjóðverjum tókst að hafa hendur í hári þeirra. Þeir töldu líklegast að flugvél hefði komið auga á þá, þótt þeir hefðu ekki orðið hennar varir.
Vikur liðu og eftirvæntingin jókst. Við bjuggumst við því að afgreiðsla málsins gæti tekið 4 vikur. Piltarnir fylgdust vel með öllu og þeir vissu að þeir yrðu sóttir að kvöldi þess dags sem úrslitin kæmu. Því vöndust þeir að hlusta vel eftir hinu vel þekkta fótataki þýsku varðmannanna, ef það kynnið að heyrast rétt fyrir háttatíma. Okkur hinum fannst að þetta hlyti að vera óskaplegt taugastríð. Þeir létu sjálfur ekki á neinu bera, þótt vitanlegt væri að líkurnar fyrir náðum þeirra væru sára litlar, einkum eftir að dómurinn yfir Kára Ívarsen hafði verið staðfestur. Á kyrrlátu sunnudagskvöldi 15. mars heyrist fótatakið. 4 klefadyr eru opnaðar hver eftir aðra og fangarnir kallaðir fram. Þeir fara með varðmönnunum á skrifstofu fangelsins. Þeir vita vel hvað í vændum er. Rétt á eftir kem ég til þeirra og þá er ekki hægt að sjá neitt mun á þeim frá því sem áður var. Þeir rétta mér hljóðlátir höndina. Það fór þá svona. Samtalið hefst. Ég les fyrir þá orðið sem ég á að flytja þeim að þessu sinni. Ég vil gróðusetja þá í landi þeirra svo að þeir skulu ekki framar upprættir verða úr landi sínu. Því ég hef gefið þeim, segir Drottinn Guð þinn. Amos 9:15. En þeir hafa líka sjálfur fengið orð frá Guði. Þeir koma með hugvekjubók og við lesum saman hugvekju dagsins. Einn þeirra segir: Eitt er víst, það er ómögulegt að lifa sannarlega hamingjusömu lífi án þess að vera kristinn. Hann leggur áherslu á hvert orð. Biblían liggur opin fyrir framan okkur á borðinu. Samtalið snýst líka Guðs orð í kvöld. Þeir kunna allir að segja frá einhverju versi úr Biblíunni sem hafi flutt þeim boðskap frá Guði í fangelsið. Einn nefnir Jesaja 55 hugsanir Guðs og vorar hugsanir. Annar nefnir versin Efesus 1:5-6 Guð sem ákvað fyrir Jesúm Krist að taka oss sér að sonum. Mig greip svo mikil gleði kvöldi sem ég fékk þetta vers að ég óskaði þess nærri því helst að þeir kæmu strax að sækja mig. Sá þriðji talar ferðalag sem hann hafi farið í til landsins helga og hvernig áhrifin frá Getsemane, Golgata og gröf Krists hafi blásið lífi í orðin sem hann hafi heyrt í bernsku. Þeir tala annars mest í kvöld sem endranær ritningarstafi sem fjalla syndafyrirgefningu og hjálpræðið í Jesú Kristi, trú og fullvissu. Við þurfum allir á því sama að halda þegar að mest á reynir, hinu einfalda fagnaðarerindi. Við tökum fram kaffi og smurt brauð og það ber ekki á öðru en allir hafi góða matarlist. Þýski herpresturinn lítur inn til okkar. Hann heilsar og biður okkur að taka á móti sér sem hermanni og þjóðverja. Að taka ekki á móti sér sem hermanni og þjóðverja heldur sem fulltrúa fagnaðarerindisins. Þetta kvöld hafði herrétturinn ákveðið að túlkur þyrfti ekki að vera viðstaddur til að hlusta á viðræður okkar. Af þeim sökum áttum við indæla stund saman og þar að auki fékk ég að vera þar alla nóttina. Okkur var leyft að fara inn á skrifstofu til að talast við undir 4 augu. Þar fengum við að vera alveg einir. Ekki einu sinni þýskur varðmaður var viðstaddur. Það var einkennilegt að sitja þarna og hugsa til þess að ekki væri nema einn gluggi milli okkar og frelsisins. Það var ekki hægt að gera við því þótt manni dytti rétt sem snöggvast í hug hvort hægt myndi vera að komast út gluggan. Þá gæti vel átt sér stað að hægt væri að komast fram hjá varðmönnunum í Kirkegaten. En nokkrir járnrimlar gerðu þessa drauma að engu. Það kom ekki til mála. Piltunum kom þetta víst ekki til hugar. Þeir voru búnir að sætta sig við veruleikan. Það var svo rólegt hjá okkur og okkur leið svo vel. Við vorum aldrei ónáðaðir af símahringingum eða háreisti varðmanna. Því meir sem líður á samtölin, því dýpri verður friðurinn og kyrðin. Þarna eru mannverur einar með Guði, með takmörk eilíðarinnar.
Við tölum saman hispurslaust eins og okkur eðlilegt, án alls tilfinningafleipurs. Þarna eru menn að tala saman af þörf hjartans það þýðingarmesta sem til Stundu eftir miðnætti komum við allir saman á ný og þá farið með okkur upp í svefnsalinn uppi á efstu hæð. Þar búum við okkur undir að hafa skriftir og altarisgöngu. Í þetta sinn útbúnaður okkar fábreyttari en nokkur tíma fyrr. Við höfum engan dúk á borðinu og engin kerti. Borð með engum altaris útbúnaði allt og sumt af ytri dýrð. En það eins og allur þessi einfaldleiki bendi enn betur á innri dásemd kvöldmáltíðarinnar, Krist sjálfan. 4 piltana snúa baki við varðmönnunum, það truflar minna. Þeir velja sjálfir sálmana, Jesúsið einasta og vor Guð borg á bjargi traust. Og þeir syngja betur en nokkru sinni fyrr, dásamleg máltíð. Við vitum að hann, hinn lifandi frelsari, kemur til okkar á þessari nætur stundu, eins og svo oft áður. Nú ætla þeir að skrifa heim til sín, ætli þeim sé ljóst, hve mikið gildi þessar línur hafa fyrir þá sem heima eru. Þetta síðasta handtakið sem þeim ljóst, og þá ríður mest á því að koma þeim sem heima eru í skilningum að þeir fari burtu í fullu trausti og trú á þann frelsara sem unnið hefur sigur á dauðanum. Á slíkri nóttu sem þessari lang erfiðast af öllu að hugsa til þeirra sem eftir verða. Þannig var því farið fyrir þessum piltum. Ég hef átt bestu móðurina sem til sagði yttvira. Þeir setjast rólegir að bréfunum. Engum skildi vera kleift að sjá hvað þeir hugsuðu á meðan. Ég sitt kyrr og horfi á þá. William Nielsen hrein ímynd sjómannsins, þéttur á velli og þéttur í lund. Í nótt sem ylur hjartans mildi hvern drátt í andliti hans. Starfsbróðir hans Charles Jacobsen hár og grannur. Dauf hrukka á enninu ber vott það að hann hugsar mikið. Hann mikið fyrir að sökkva sér niður í hugsanir sínar, en flíkar þeim heldur ekki framan í aðra. Olaf Andersen, flugvélavirki, miklu yngri. Hann unglingur að aldri, fjörmikill með liftrandi augu. Alexander Úgland dálítið fölur eftir fangelsisvistina. Öll framkoma hans fáuð og honum lagið að láta hugsanir sínar í ljós á skýran og glöggan hátt. Hann hefur stundum verið sálusorgari hinna. Viljinn til að berjast fyrir Noreg virtist vera óbugaður hjá honum. Einn þeirra spurði allt í einu í miðju samtali, hvað segir Biblían það að fara í stríð? Þegar ég svaraði því til að hún segir ekkert við því að menn verji föðurland sitt, kinkar hann kolli til samþykkis. Ég myndi hafa gert það aftur ef þess væri krafist. 3:00 lögðu þeir sig út af til þess að hvíla sig svolítið og á meðan las ég fyrir þá úr Nýja testamentinu himinin og eilífalífið. Þeir höfðu beðið mig að lofa sér að heyra meira það. Í hálftíma lágu þeir hreyfingarlausir en sofnuðu þó varla. Maður gat varla haft augun af þeim. Það var undarlegt til þess að hugsa að þessir 4 hraustu og myndarlegu piltar skyldu vera á leiðinni dauðans skuggadagal. Klukkan 4 tókum við upp hitaflöskuna með kaffinu. Þeir risu upp og borðuðu vel. Úti í næturkyrðinni heyrðist bifreiðaskrölt. Þeir koma fyrir bókunum sínum, afhenda mér bréfin og biðja mig að sjá svo til að hinir fangarnir fá að njóta góðs af þeim matarleifum sem eftir séu. Klukkan 4:30 koma varðmennirnir og við verðum að kveðjast. Þarna eru ekki ráðviltir menn að kveðja. Ég þess fullviss að þetta mér til góðs. Þannig hljóðaði ein kveðjan. Engin efi virtist fá að komast að. Þess vegna geta þeir gengið öruggir síðustu erfiðu sporin. Það svarta myrkur úti. Bifreiðarnar aka af stað. Ég reyni að fylgja þeim eftir. Þær beygja hægt fyrir hornið á Ráðhúsgaten. Eftir stríðið kom í ljós að þeir hlutu grafir sínar á Hója við Dröbek. Þar hefur þýski presturinn lesið síðustu orðin úr Biblíunni yfir þeim.
Ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, né englar né tignir, né hið yfirstandandi né hið ókomna, né kraftar né hæð, né dýpt, né nokkur önnur skepna, muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs, sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið 8, 38-39. 7. lestur. Haustdagar. Í byrjun ársins 1942 gaf landstjórinn út tilskipun að hér eftir skyldi þýsku lögreglu réttur dæma í málum þeirra Norðmanna sem ekki væru í herþjónustu, en það hafði setuliðsdómstóll gert áður. Þýski lögreglu rétturinn stóð í nánu sambandi við Gestapo, svo að það var ekki að villast að nú átti að herða á tökunum, en það kom það brátt á daginn. Þessi réttur tók til starfa í maí, með því að dæma til dauða hvorki meira né minna en 17 unga menn, sem höfðu búið sig undir að flýja til Englands. 2 þeirra voru náðaðir vegna þess hve ungir þeir voru. Aðstandendum var synjað leyfi til að heimsækja hina, og þeir voru meira að segja reknir aftur heim til aftaga sinna. Engin prestur fékk að vitja hina dæmdu. Skömmu síðar voru 18 Englandsfarar skotnir, án þess að aðstandendur fengu nokkuð að vita, fyrir en þeir sáu það í blöðunum. Seinna var þetta allsíða við aftökur. Meira að segja margir þjóðverjar sáu að þetta og ýmislegt annað sem gert var, gat ekki orðið til annars en að vekja ókyrrð meðal þjóðar sem hafði átt að venjast fullkomnu réttaröryggi. Þegar skemmdarverkastarfsemin hófst og sprengingar urðu hér og þar, notuðu þjóðverjar tækifærið og bjuggu út málaferli, sem áttu að gera heyrum kunnugt hver réttlátir og hárnákvæmir þýsku dómstólarnir væru. Fórnarlömbin voru valin úr hópi nokkura skemmdarverkamanna, sem þeir höfðu haft hendur í hári, og auk þeirra voru valdir nokkrir menn sem teknir höfðu verið fyrir vopnasmygl og hernaðar undiróður. Nú áttu blaðamenn að vera viðstaddir þýska réttarhöld í fyrsta skipti, og blöðin áttu að flytja ítarlegar frásagnir. Það átti að koma almenningi í skilningum að það væri hreinn og beinn óþjóða líður sem stæði að norsku mótspyrnu hreyfingunni, og það væru ekki annað en glæpamenn sem leiddir væru fyrir þýsku dómstólana. Blöðin lýstu bæði sakborningunum og réttarhöldunum eftir öllum listarinnar reglum. Þessu var hreint ekki svo slælega fyrir komið. En árangurinn var ekki að samaskapi, því að fólk var fyrir löngu hægt að trúa því sem blöðin sögðu. Fimmtudaginn 22. ágúst voru fyrstu dómarnir kveðnir upp. 5 menn voru dæmdir til dauða. Einn þeirra var meira að segja dæmdur 4 sinnum til dauða. Það er að segja, hann var talinn sekur 4 atriði sem hvert sig væru dauðasök. Annar fékk 3 dauðadóma, sá þriðji 2. Það mátti sækja náðun, en árangurinn var fyrirfram augljós. Það var ekki til neins. Þessir menn voru allir geymdir í Akershús, og ég fór strax á stúfana til að reyna að fá að koma til þeirra. Fangelsisstjórnin skildi ekki almennilega hvað ég vildi þangað. Slíkur líður hafði ekki áhuga á prestum. Það væri þá helst sjæ. Hinir væru allir kommunistar, og þá væri ekki að sökum að spyrja. Ég svaraði því til að þetta væru landar mínir. Ef þeir vildu ekkert heyra trúmál, þá gæti ég gefið þeim tóbak og sagt nokkur uppörvandi orð við þá. Jæja, mér væri þá velkomið að reyna. Það var símað til lögreglu réttarins, og þar höfðu menn ekkert á móti því að fangelsispresturinn vitjaði fangana. Í fangelsisgarðinum hittum við mann úr öryggislögreglunni, sem kunnugur var málinu. Hann hló við hann heyrði að presturinn ætlaði að spreyta sig á þessum náungum. En hann gerði ekkert til að hindra það, og ég hélt áfram með túlknum. Ég var óneitanlega dálítið óþreyjufullur. Þótt blöðin hefðu áreiðanlega ekki skýrt rétt frá, þá var ekki ólíklegt að ég ætti nú í fyrsta skipti á þessum slóðum að standa augliti til auglitis við reglulega andstæðinga þess fagnaðarerindis sem til þessa hafði veitt styrk gegn ótrúlegustu áföllum.
Einstöku menn hafa nú þá undarlegu hugmynd að það sé veikleikamerki að snúa sér til Guðs, þegar maður stendur augliti til auglitis við dauðan. Eins og það geti verið veikleiki að gera það sem maður er sannfærður að er rétt. Hvers vegna þurfa menn að nota kraftana til að berjast á móti kristindómnum? Væri þeim kröftum ekki betur varið til einhvers annars? Fyrst komum við til Karl Friðþjóf Schei. Hann er búinn að vera marga mánuði í Akershús, en þetta er í fyrsta skipti sem ég fæ leyfi til að vitja hans. Hann er dálítið fölur að fanga áreinslunni, en að öðru leyti er ómögulegt að sjá á honum hve mikið hann er búinn að líða. Ég er búinn að þrá mikið að fá að tala við prestinn, segir hann. Loksins megum við hittast og ræða erfiðu vandamálin hans. Hann hefur margt að segja. Baráttan í fangaklefanum hefur oft verið hörð, en nú er það versta garð gengið. Nú er hann búinn að eignast frið í hjarta. Að síðustu biðjum við saman, bæn hann sem mestmegnis þakkargjörð fyrir það að hann veit nú að þetta er Guðs vilji og fyrir það að hann á vonum eilíft líf og mun fá að sjá dýrð drottins. Í næsta klefa hitti ég Bjarne Hansen, kornungan pilt. Mér var kunnugt að hann væri búinn að líða mikið í fangelsinu. Hann situr yfir Nýja testamentinu þegar ég kem. Fyrir framan hann er blað sem hann hefur skrifað á ritningastaði og sálma sem hafa orðið honum sérstaklega huglægir. Efst á blaðinu er þetta sálmavers. Og blessuð stund er burtu þokan líður sem blindar þessi dauðleg augu vor. En æðri dagur dýrðar skær og blíður, með drottins ljósi skín á öll vor spor. Þetta er einn af sálmunum hans. Hann segir með bæði frá baráttunni sem nú er garð gengin og frá því takmarki sem hann er að ná. Af reikningarstöðum hefur hann skrifað upp þá sem tala það mikilvægasta af öllu. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. 1. Jóhannesarbréf 1:9, 23. sálmur Davíðs og 8. kapítuli Rómverjabrefsins eru líka meðal þess sem hefur orðið honum til hjálpar. Við tölum blátt áfram og vafningalaust hjálpræðið í Jesú Kristi. Honum finnst hann aldrei heyra nóg það. Karl Jóhann Jakobsen og Reiter Kristoffersen hafa fengið leyfi til að vera saman í klefa. Báðir taka þeir á móti mér eins og ég væri lengi þráður vinur. Þeim liggur margt á hjarta. Þeir tala dóminn, aðbúnaðinn í fangelsinu, aðstandendur heima og margt annað sem önnum er tatt að tala eftir mánaða einangrun. Á hillunni liggja 2 Nýja testamenti sem bæði eru mjög slitin. Jakobsen segir blátt áfram að Nýja testamentið hafi bjargað honum á þessum hörmungatímum. Það eru einkum sálmarnir sem hann hefur haft gott af að lesa. 62. sálmurinn er uppáhald hans. Bíð róleg eftir Guði, sála mín, frá honum kemur hjálpræði mitt, hann einn er klettur minn og hjálpræði, háborg mín, ég verði ég valtur á fótum. Það var svo tíð að ég hafði ekki mikla þörf á þessu, sagði Kristoffersen. Þó hef ég alltaf trúað að Guð væri til, en nú er þetta breytt. Ég hef þráð að komast í kirkju. Ég hef heyrt óminn af söngum hingað á mánudögum og mig tók það sárt að fá ekki að taka þátt í guðsþjónustunum. Á mánudaginn fáið að koma. Hann segir mér frá ýmsu sem fyrir hann kom í spönsku borgarastyrjöldinni. Tvisvar hafði hann orðið fyrir því meðan hann var í skrottgröfunum að fá eitthvert óljóst hugboðum að hann ætti að færa sig til. Hann gekk nokkur skref til hlíðar og rétt á eftir féll sprengjubrot þar sem hann hafði staðið. Þá skoðaði hann þetta sem tilviljun. Nú sá hann að þarna hafði náðararmur Guðs verið að verki. Nú er ég tilbúin að deyja. Við höldum áfram að tala saman eins lengi og við megum. Þeir þakkaði lokum fyrir heimsóknina. Við erum búinir að bíða svo lengi eftir presti sem við gætum leita ráða hjá.
Nú eftir allt of stuttur tími fyrir þann síðasta, Thorleif Andresen. Hjá honum mæti ég ekki heldur öðru en einskærum velvilja og þakklæti. Þegar ég var komin úr fangelsinu þetta kvöld, stakk túlkurinn upp á því að ég skyldi gefa réttinum skýrslu það að þau kynni sem ég hefði af föngunum sem sálusorgari væru ekki í samræmi við það sem blöðin segðu þá. Ég var þó ekki einn það að vera hissa á áróðri Þjóðverja. Daginn eftir áttu fáeinni nákomni rættingjar að fá að heimsækja þá. Það kostaði margra klukkutíma bið út í fangelsisgarðinum. Á meðan gafst mér tóm til að heilsa upp á aðstandendur ýmissa annarra fanga sem þar biðu með pakka sína. Flestir þeirra fengu ekki leyfi til að hitta fangana. Það var því líkast sem allur sá kærleikur sem þeim var meinað að láta í té í daglegri umgengni væri nú saman komin í þessum pökkum. Ekkert af þessu fólki leit út fyrir að hafa mist kjarkinn. Allt óyndi og sorg virtist að hafa skilið eftir í einhverjum afskektum kíma heima. Ég á besta mann í heimi, segir frú N.N. Ég geri allt sem í mínu valdu stendur honum til hjálpar og ég reyni að komast af þennan tíma. Þeir eru nógir sem kvarta og kveina, ég geri það ekki. Ég vil ekki setja blett á nafn hans með því. Gömul og gráhær móðir var búin að losa sig við pakkan sinn. Sonur hennar hafði nýlega hlotið dauðadóm. Hún gengur þögul út fangelsishliðið, fátækleg og einmanna. Samt hún róleg og æðrast ekki, þrautreind í margra ára stríði. Andresen kom fyrstur. Það var erfið stund þegar hann hitti aftur sína nánustu eftir allt sem á undan var gengið. Það var margt sem þurfti að tala, en það var ekki auðvelt að muna það allt undir þessum kringumstæðum. Það var ekki auðvelt að vera eins og heima hjá sér, enda þótt varðmennirnir væru kurteisir og vingjarlegir, því að það voru þeir sannarlega þennan dag. En þarna var líka norski nazistinn sem hlustaði á allt sem fram fór og reyndi vissulega að gera það samviskusamlega á sína vísu. Síðan leið nokkur stund, þá kom Shea. Hann var búinn að ákveða hvað hann ætlaði að segja og sagði það rólega en með þungri áherslu. Ég hef fengið leyfi aðstandenda til að skýra frá því hér. Fyrr eða síðar hljótum við öll okkar dauðadóm. Ég hef fengið að vita minn fyrirfram. Þetta hafa verið undarlegir tímar. Í fyrstu efaðist ég það að Guð væri til. Mundi kærleiksríkur Guð geta lyft þetta? En nú hef ég séð þetta í nýju ljósi. Ég bað og bað nótt og dag og nú skil ég að það líka tilgangur á bakvið þetta. Þetta líka af náð. Ég þakka fyrir þessa raun því að fyrir hana hef ég fundið frið við Guð. Nú bíður mín dýrð. Ekki einn spörfugl fellur til jarðar án vilja yðar himneska föður. Þá þetta einnig Guðs góði vilji. Nú minn tími kominn. Það á svona að vera. Hann fékk að vera heila 3 stundarfjórðunga með aðstandendum sínum. Þegar hann hélt aftur til klefans var hann hlaðinn alls konar bögglum. Í Akershús var þessar mundir maður sem dæmdur hafi verið til dauða fyrir allt aðrar sakir. Á meðan við vorum að bíða eftir næsta fanga, kemur unga konan hans brosandi inn í fangelsisgarðin. Hún tekur þétt í hönd mér og hvíslar, hann hefur verið náðaður. Þetta var þó gleðiefni. Nú hafði hún fengið leyfi dómarans til að heimsækja mann sinn og skýra honum frá þessu. Hún biður mig að koma með. Við urðum að bíða lengi, það var heila eilífð, en loks kom hann. Honum bregður við hann sér okkur, en nú illa komið. Nei, ég kem með gleðifréttir. Hún ljómar af ánægju. Hverja þá? Þú hefur verið náðaður. Nei, getur það átt sér stað? Nú dreg ég mig í hlé. Þessar mínútur verða þau að vera eins mikið ein og undir. Þær líða allt of fljótt. Hún festir fallega rós í jakka hans. Þau skilja aftur hamingjusöm og glöð eftir nýjan, stuttan en undursamlegan brúðkaupsdag. Þennan dag má sannarlega segja að skiptist á sorg og gleði.
Nokkrum dögum síðar berst fréttin dauða Thorleifs Andersens. Kvöld nokkur tókst honum að smygla bréfi til félaga síns í næsta klefa. Þar skýrir hann frá því að hann eigi að vera skotinn næstkomandi þriðjudag, en hann var viss að áður mundi hann á ný verða tekinn til yfirheyrslu með pyndingum. Hann óttaðist að það gæti orðið til þess að hann ljóstraði upp 25 aðra félaga sína. Hann fann því engin önnur úrræði en taka sig að lífi. Skilaði kveðju til allra hinna. Lengi lífi norska frelsisbaráttan, konungurinn og föðurlandið. Félagi hans tók sálmabókina, spennti greipar utanum hana og hélt þeim út í gluggann. Andresen sá það úr sínum glugga og svaraði á sama hátt. Síðan veifaði hann og hvarf. Þetta var síðasta kvöldið hans. Menn sem kunnugir voru málavöxtum skýrðu síðar frá því að það myndi hafa orðið ægilegt afhroð fyrir Milorg í Austur-Noregi ef Gestapo hefði tekið að ná þessum 25 nöfnum upp úr Andresen. Laugardaginn 5. september rann enn á ný upp einn af þessum erfiðu dögum. Málafærslumaðurinn hringdi og skýrði mér frá 3 nýjum dauðardómum sem felldur höfðu verið þá morguninn. Alf Kristjansen hafði fengið 5-faldan dauðadóm, Sigurd Hansen 2-faldan og Hákon Eriksen, kornungur drengur, 1-faldan. Hann bað mig að skýra foreldrum drengsins frá þessu og reyna svo að fá leyfi til að vitja fangana í Akershús, en nú lægi á. Ég mætti ekki láta þetta bíða til mánudags. Foreldra drengsins hafði ekki hugmyndum hvar hann var niðurkominn, þaðan af síður að dauðadóm gæti verið að ræða. En þau tóku þessu aðdáunarlega. Faðir hans fór strax til borgarinnar til þess að reyna að fá leyfi til að vitja hans. Í þetta skipti fékk ég strax sem fyrr leyfi til að vitja hina dauðadæmdu. Þeir voru ekki búnir að vera lengur í fangelsinu en hálfan mánuð og voru því ekki enn farnir að venjast aðstæðunum. Fyrir fáeinum klukkustundum hafðu þeir heyrt dóminn og að minnsta kosti hvað Eriksen snerti kom hann sem þruma úr heiðskíru lofti. Það var alvarlegur og virðulegur blær yfir þeim öllum og á engum þeirra var neina æðru að sjá. Ég hafði guðþjónustustund með þeim og reyndi að lýsa fyrir þeim hjálpræðinu í Jesú Kristi með einföldum orðum. Það var ekki sérlega erfitt að vera sálusorgari þeirra. Þeir voru prúðir og eftirtektarsamir áheyrendur og við töluðum og eftir saman í einlægni og trúnaði. Lítil hugvekjubók hafði ásamt Nýja testamentinu orðið þeim til hjálpar á mörgum örfiðum stundum. Hákon Eriksen fékk rétt og eftir heimsókn frá föður sínum. Við hittumst aftur Hákon, hafði faðir hann sagt. Já, við mætumst heima hjá Guði á himnum, svaraði Hákon eins glaðlega og hann var vanur að tala heima. Við höfðum fastlega vænst þess að fá að hittast aftur við guðstjónustuna í kirkju fangelsisins næsta mánudag og vera þar til altaris. Það fengum við ekki. Fangelsisstjórnin gerði allt sem í hennar valdi stóð til að fá því framgengt en Gestapo sagði nei á þeim forsendum að fangarnir yrðu að vera viðbúnir. Í fangelsinu var sagt að það gæti ekki undir neinum kringumstæðum átt sér stað að þeir yrðu sóttir fyrirvaralaust. Síðar daginn þegar ég var á leið út úr fangelsinu sá ég að farið var með Alf Kristjansen yfir fangelsisgarðin. Það leit út fyrir að verið væri að koma með hann frá yfirheyrslu. Við gátum ekkert talast við, en hann leit til mín og brosti við. Nóttina kom þýsk lögregla í fangelsið og sótti þá fyrirvaralaust. Sumir þeirra gátu þó kallað kveðju sína fyrir félaga sinna í næstu klefum, en enginn vissi hvert fara átti með þá. Einn þeirra var fluttur til Frántheims til yfirheyrslu og þar hlaut hann sína gröf. Hina var farið með til Trandum. Áður en sól reis höfðu þeir náð markinu sem Bjarni Hansen söng í kyrlátum klefa sínum. Og blessuð stund hátt í himinn sölum, minn hjartans vin í aftur fæ að sjá, og við okkar ævi saman tölum,
sem eins og skuggi þá liðinn hjá. Í aftur fæ að sjá, og við okkar ævi saman tölum, sem eins og skuggi þá liðinn hjá. Í aftur fæ að sjá, og við okkar ævi saman tölum, sem eins og skuggi þá liðinn hjá. Í aftur fæ að sjá, og við okkar ævi saman. 8. lestur. Ungar frelsisetjur. Það voru margir röskir piltar í Akershús fangelsi haustið 1942, en alltaf jukust erfiðleikarnir á því að fá nokkuð fyrir þá gjört. Hið nasistíska kirkjumálaráðuneyti hafði reynt með aðstoð Gestapo að koma presti úr National Samling að í minn stað við Akershús fangelsi. Þetta var áður en hið eiginlega kirkjustríð hófst, en Berggraf biskup kom í veg fyrir það að það tækist. Hann var fyrri til en ráðuneytið og fékk komið því svo fyrir að fangelsistjórnin lagði sjálf áherslu á að halda þeim presti sem fangelsið hafði haft. Setuliðstjórnin neitaði að taka á móti fyrirskipunum frá Gestapo og því fékk ég að halda áfram starfi mínu. Vorið tókst þeim aftur á móti að bola Rauða krossinum frá. Nokkru síðar gaf þýska öryggislögreglan út þá skipun að engir af hennar föngum fengju leyfi til að taka þátt í guðsþjónustunum. Ástæðan fyrir því var vægast sagt spaugileg. Fangarnir máttu sem sé ekki fá tækifæri til að ræðast við. Héldu þeir í raun og veru að veggirnir á milli klefana væru hljóðheldir. En við fengum að halda áfram að útbýta Nýja testamentum og sálmabókum, einnig meðal fanga öryggislögreglunar. Guðs orð var því ekki fjötrað og það vann sitt verk, ekki hvað síst á meðal þeirra sem einangraðir voru. Það virtist svo sem flestir kæmu auga á gildi kristindómsins og fyrir marga hafði fangelsistíminn úrslita þýðingu, hvað snerti samfélag þeirra við Guð. Það bar ekkert á því hjá neinum að óttinn fengi yfirhönd. Í kyrðinni í klefunum fengu þeir góðan tíma til að hugsa, en áður höfðu margir þeirra verið ótal önnum og áhugamálum hlaðnir. Nú braust aftur fram það sem var falið frá bernsku árunum og fermingarundirbúningnum. Menn höfðu góðan tíma til að sökkva sér niður í Guðs orð. Það var ekki heldur hægt að segja að þeir væru alveg án leiðbeiningar. Margir höfðu síðan þá sögu að segja að þeim hefði tekist þrátt fyrir einangrunina að mynda sína guðsþjónustu flokka og hafa sambönd sín á milli í gegnum veggina, bæði munnlega og skriflega. Stundum tókst þeim að ná í einhverja góða bók og varðmennirnir voru oft ekki strangari en svo að þeir leyfðu sumum að fara til guðsþjónustu. Margir minnast til dæmis Borti Rækheld frá þessum tímum. Allir litu upp til þessa sviphreina unga manns og báru djúpa virðingu fyrir kristindómi hans. Hann var í meira en 1 ár í Akershús og varð á þeim tíma mörgum sambandingum sínum til hjálpar. Eftir það lá hann sjúkur tíma á fangadeildinni á Ullevål sjúkrahúsi og þaðan var hann fluttur til Grini. Haustið 1944 hvarf hann og enginn gat gefið áreiðanlegar upplýsingar hann. Eftir stríðið fannst gröf hans í Trandum. Þótt hert væri á ýmsum ráðstöfunum var fremur rólegt hjá okkur í Akershús næstu mánuðina. En í lok nóvember voru kveðnir upp 2 nýjir dauðadómar. Nú voru fórnarlömbin 2 kornungir piltar frá Suður Noregi, Ragnar Fredriksen og Erling Karlsen. Við tókum þessa dóma í raun og veru ekki alvarlega. Í þetta skipti hlaut þó að vera augljóst að piltarnir yrðu náðaðir. Þeir höfðu verið dæmdir af setuliðsdómstóli vegna þess að þýskir hermenn voru við málið riðnir og dómarinn sagði mér að hann hefði mælt með náðun og komst meira að segja svo að orði að hann byggist við náðun hjá teldi hann að vísa. Þeir voru riðnir við einkennilegt mál. Nokkrir þýskir hermenn úr flughernum og flotanum höfðu ásamt nokkrum norskum piltum myndað leynilegan félagsskap. Ragnar og Erling höfðu safnað fyrir þá meðlimum, annar meðal Norðmanna, hinn meðal Þjóðverja. Frá þýsku sjónarmiði var þetta vafalaust mjög alvarlegt mál, en flestir Norðmannanna voru svo ótrúlega ungir að dómurunum fannst ósanngjarnt að taka strangt á þessu máli. Þess vegna hlutu þeirra sjálfsögðu að verða náðaðir.
Samt leið ótrúlega langur tími þangað til máli var útkljáð. Vegna þess að þýskir hermenn voru við máli riðnir, þurftu 3 aðilar að fjalla það og af þeim voru 2 í Þýskalandi. Af þessum sökum vitjaði ég þessa 2 pilta vikulega í meira en hálft ár. Auðvitað var það sérstaklega erfitt fyrir svona unga pilta að sitja í fangelsi, en þeim voru veittar ýmsar ívelnanir svo að það kom ekki eins hart niður á þeim og ella. Þeir vissu að þeir gátu reikna með að fá náðun, þeir höfðu nægan mat og fengu ofta að taka á móti heimsóknum. Þeir gátu lesið, skrifað og teiknað. Þeim var undir það síðasta einnig leyft að vera saman í klefa mestan hluta dagsins. Þetta voru skemmtilegi piltar, hvor á sinn hátt. Ragnar var ávallt kátur og fjörugur, Erling var hæggerðari og hugsaði meira. Báðir höfðu fengið talsvert kristilegt veganesti með sér frá brennsku árunum og þegar ég kom til þeirra í fyrsta skipti, sögðust þeir blátt áfram vilja vera persónulega kristnir. Þegar þeir fréttu að þeir ættu að fá Nýja testamenti og sálmabók, urðu þeir blátt áfram frá sér numdir af gleði. Í fangelsi þarf oft svo lítið til að gleðja menn. Þeir sátu alltaf hlið við hlið í kirkjunni, oftast á fremsta bekk. Þar sátu þeir líka síðasta jólakvöldið sem þeir lifðu. En hvað þeir sungu jólasálmana. Það var engu líkar en þeir hefðu gleymt öllu öðru en jólatrénu og jólasálmunum og það var sannarlega dásamlegt að geta það á jólum sem menn halda í fyrsta skipti að heiman og það undir slíkum kringumstæðum. Þeir komu líka alltaf saman til altaris. Ragnar átti það þá til að hnippa ofurlítið í Erling. Þá stóðu þeir upp og gengu rakleitt að grátunum. Stundum kom það fyrir að þeir krupu þar niður einir, en það hafði ekki minni áhrif á hina fangana í kirkjunni. Eitt sinnum vorið kvaðst Ragnar hafa þá frétt að færa að hann væri búinn að fá náðu. Það vakti óstjórnlega gleði bæði í fangaklefunum í Akurshús og á heimilum þeirra í Suður Noregi. Það var dásamlegt að fá að vita vissu sína, þótt menn héldu lítinn vafa á að því kæmi. Ég var samt með sjálfu mér í dálitlum vafa. Það var ekki venja að varðmennirnir skýrðu frá náðun. Og hvers vegna fengu þeir ekki báðir tilkynningu? Það kom líka í ljós þegar við rannsökuðum málið að þetta var allt á misskilningi byggt. Liðsforinginn sem fréttina flutti hafði aðeins verið að hugga þá og orðið það á að taka fullsterkt til orða. Ósægjanlega erfitt var að tilkynna piltunum að máli væri óútkljáð. Ekki löngu síðar komu allt aðrar fréttir frá öðrum aðilum. Piltarnir myndu ekki verða náðaðir. Þetta reyndist líka misskilningur. Þeir sem áttu að útkljá málið létus enn ekkert til sín heyra, en herrétturinn gerði alltaf ráð fyrir að þeir yrðu náðaðir. Þannig liðu mánuðir. Taugastríðið var með köflum mjög hart, en alltaf hafði bjartsýnin yfirhöndina bæði hjá piltunum og aðstandendum þeirra. Þegar að 6 mánuðir voru liðnir, héldu jafnvel þeir tortrygnustu úr okkar hópi enn að allt væri í lagi. Það var 28. júní 1943, einn af þessum björtu brosýru dögum sem í öllu sínu sólríka sumarskrúði eru kröftug mótmæli gegn stríði og djöflagangi. Ókunn þýsk rödd kemur í síman. Það var þýski yfirpresturinn. Hann átti að skila kærri kveðju frá vinum mínum 2 í Akershús. Í nótt fylgdi ég þeim áleiðis í síðustu ferðina. Það leið nokkur tími þangað ég gat fengið mig til að trúa að þetta væri satt. Átti það þá líka að fara svona í þetta skipti. Ég sá fyrir mér báða drengina. Þeir voru sannir drengir í öllu, í hreyfingum, í hugsun, í tali, í brosi. Áttu þeir þá ekki heldur að fá að lifa. Ég sá fyrir mér björtu augun sem svo oft höfðu mætt mér í klefadyrunum eða í kirkjunni og nú höfðu þau lokast fyrir fullt og allt. Ég átti einskis annars úrkosta en að skýra foreldrum drengjana frá því sem komið var. Í meira en hálft ár höfðu þeir strítt í ángist og eftirvæntingu og borist milli vonar og ótta og nú átti það enda svona. Sama dag síðdegis átti ég tal við yfirprestinn. Þetta var í fyrsta sinn sem hann talaði við norskan prest. Af vísu hafði hann haft kornungan prest úr National Samling, en það var auðséð að hann taldi hann ekki með.
Þegar ég sagði honum að sá ungi maður hafði ekki neina guðfræðimenntun, varð hann forviða. Svo slæmt hefur það aldrei verið í Þýskalandi. Það má segja að það hefði verið lélugustu prestarnir sem gengu í flokkin, en guðfræðimenntun höfðu þeir þó. Hann fór að segja mér ítarlega frá því sem gagn tók hugi okkar beggja meira en annað. Hádegisbilið daginn áður hafði verið hringt til hans úr herréttinum og hann beðinn að vera viðstaddur staðfestingu og framkvæmd dauðadóms yfir 2 Norðmönnum. Hann hafði reynt að skírskota til norska prestsins við fangelsið en árangurslaust. Í þetta skipti átti aðeins þýskur prestur að vera viðstaddur. Klukkan 11 kvöldið mætti hann í fangelsinu og þá var dauðadómur piltanna staðfestur. Þeir tóku því báðir rólega og báru sig vel, enda þótt þeir hefðu verið rifnir upp úr fasta svefni. Þeir héldust í hendur og hann giskaði á að þeir hefðu verið að hughreysta hvor annan, en norsku skildi hann ekki. Með aðstoð túlks hafði hann útskýrt fyrir þeim helstu atriði skrifta og kvöldmáltíða síðana og þeir höfðu hlýtt á með lotningu. Þeir báðu skriftamálsbænarinnar, hann lýsti yfir þeim fyrirgefningu syndana og því næst gengu þeir til altaris. Þeir fengu að skrifa bréf heim til sín eins og venja var og það gerðu þeir mjög fallega. Allt sem hann talaði við þá fór fram með aðstoð túlks, svo að samtalið var styrt. Að síðustu höfðu drengirnir sjálfur lesið niðurlagið af 8. kafla Rómverjabréfsins og síðasta versið úr sálminum og höfuð dreira drifið. Lát Kristur kærleiks ríkur, ei kulna trú hjá mér, en loks ævi líkur, mig lát þú deyja í þér. Klukkan 1 nóttina var haldið af stað til aftökustaðarins, sem var dálítinn spöl frá. Þar fór allt fram jafn rólega og virðulega og í fangelsinu. Dómurinn og staðfesting hans var lesin upp fyrir þeim enn einu sinni. Presturinn gekk fram og las á norsku í fyrsta skipti á ævi sinni ritningarorð sem hann hefur haft mikið fyrir að læra. Drottinn varðveiti inngang þinn og útgang héðan í frá og að eilífu. Erling snýr sér að Ragnar og segir: Við hittumst á himni. Svo öllu lokið. Þýski presturinn stendur kyrr og kastar rekunum á gröfina. Túlkurinn sem hafði viðstaddur alla nóttina fyrir að gráta. Ég skil ekki hvernig getið þetta, segir hann. Presturinn svarar rólegur: Ég kristinn. Maður skildi prestinn vel þegar hann endaði frásögn sína með þessum orðum: Guð gefi að mitt andlát verði sem þeirra. Þegar stríðinu var lokið fannst gröf þeirra í Trandumskóginum. Þeir lágu hlið við hlið, hvor í sinni kistu. Kvöldi kronprinsens gaði. Knut Matthisen var rauðakrossmaður af lífi og sál. Skátalífið hafði mótað hugsjónir hans. Hann setti sér það markmið í lífinu að hjálpa öðrum. Hann lagði mikla rækt við hjálp í viðlögum. Hann var oft við hendina á hjálparstöðunum í Normarka til þess að hjálpa þeim sem meiðst höfðu til bæjarins. Margir nutu þó aðhlynningar Knuts. Eftir að stríðið byrjaði biðu hans mörg ný viðfangsefni. Síðasta jólakvöldi sem hann lifði neitaði hann sér ánægjuna á sínu eigin heimili til að fórna sér fyrir þá sem mist höfðu allt sitt í sprengingu mikilli nokkrum dögum fyrir jólin og héldu nú til í skólum bæjarins. Stöðu sinnar vegna hafði hann fullkomið umferðarleyfi landamærahéruðin og það leið ekki á löngu uns hann tók að sér að hjálpa flóttamönnum yfir landamærin. Honum fannst sjálfsagt að taka þátt í því án nokkurs tillits til þeirrar áhættu sem því var samfara. Þarna voru menn í nauðum staddir. Það varð að hjálpa þeim, hvað sem það kostaði. Á einni slíkri ferð kom óhapp fyrir. Hann var að fylgja bifreið sem flutti flóttamenn austur yfir landamærin. Allt átti að vera í besta lagi. Allar upplýsingar voru sammála það að engin hætta væri á að eftirlitsmenn væru á vegi þeirra. Ferðafólki var hið ánægðasta og átti sér einskis ills von. Allt í einu stendur vopnuð lögregla fyrir fram að bifreiðina. Það engra rundar komu von. Þeir gefast upp
og þeim skipað að aka bifreiðinni heim á bóndabæ skammt frá. Þar sér Knút sér leik á borði, tekur skambissu og hleypir af. Lögregluþjónninn hnígur niður. Við þetta kemst allt fólkið undan, en Knút hefur særst og verður að flýja heim á gistihúsið. Til allarar óhamingju hafði honum í fátinu láðst að ná aftur vegabréfinu sem lögregluþjónninn hafi verið búinn að taka af honum. Faðir Knúts strax tekinn fastur sem gísl og ekki líður á löngu þeir komast á snoður Knút. Hann handtekinn, en allir hinir höfðu komist heilu og höldnu yfir landamærin. Bjartan fagran vormorgun fæ ég skilaboð frá móður Knúts. Hún biður mig að hitta sig í byggingu dómsmálaráðuneytisins. Mál Knúts hafði einmitt verið tekið til meðferðar að dómstóli ríkislögreglunar og það var allt útlit fyrir að hann fengi dauðadóm. Það átti að kveða upp dóminn innan stundar. Við gengum fram og aftur í stóra fordyrinu. Dyrnar að réttarsalnum voru alltaf að opnast og einkennisklæddir menn gengu út og inn. Við biðum milli vonar og ótta úrslitana, en það var löng bið. Meðal þeirra sem þarna gengu var Jónas Lí, verslingsmaðurinn. Það var ekki hægt annað en að vorkenna honum, þegar hann kjagaði þarna róandi í spikinu og másandi að mæði. Umhverfið og aðstæðurnar milduðu líka á engan hátt álit manns á honum. Þarna kom enn fremur yfirmaður landamælalögreglunar. Það var sagt að málið heyrði undir hann. Við víkjum okkur að honum. Koma úrslitin bráðum. Fáum við leyfi til að vitja hans. Hann segir ekki margt en okkur skilst að það geti dregist enn. Þá verðum við að halda áfram að framma þarna gólf tímunum saman. Í hvert sinn sem dyrnar opnast, lítum við þangað óþreyju full. En ekkert fréttist. Hvað að gerast hinum megin við þessar óhugnanlegu dyr? Hvernig tekur Knút þessu? Nokkur von lengur? Enginn getur svarað. Allt í einu eru dyrnar opnaðar upp á gátt. Það lítur út fyrir að nú séu þeir búnir. Nei. Þeir ætla að taka sér hálftíma hvíld. Verjandinn kemur fram, en getur ekki mikið huggað okkur. Hann víst ekki nema til málamynda í réttinum í dag. En þó getur hann komið því til leiðar að við fáum að sjá Knút. 2 lögregluþjónar koma með fangan út á milli sín. Hann fjötraður á höndum. Jakkanum hefur verið brugðið ofan yfir náttfötin, hárið ógreitt og hann órakaður. Það auðséð og öllu að þeir hafa gert sér allt farum að láta piltinn líta út sem hreinasta glæpamann. En einlægu bláu augun blekkja mann ekki. Í dag bera þau vott ósegjanlega þjáningu, langar og hryllilegar einverustundir. Við skiljum ekki að það ekki umhugsunin eigin örlög sem þjakar hann mest, og við allt annað bætist óþolandi hungur. Hann gleypir í sig allt sem við getum gefið honum matarkyns. Klukkutíma síðar var dómurinn kveðinn upp. Okkur leyft að fylgja honum út af bifreiðinni sem bíður fyrir utan til þess að fara með hann til fangelsisins. Á þessum árum hef ég hitt marga hugprúða konuna sem átt hefur sína innan fangelsisveggjana, en móðir Knúts ber af þeim öllum. Hún gat huggað son sinn og uppörvað á þessum fáu hræðilegu mínútum meira en í nokkru mannlegu valdi gat staðið. Við röðuðum okkur eftir götunum. Henni var ljóst hvað nú var fyrir hendi. Hún ætlaði sjálf að reyna að fá drenginn sinn náðaðan, en ég átti að fara niður í Kronprinsens skaði og fá leyfi til að vitja hans. Ég sagði henni huglaust að líkurnar væru litlar fyrir því að ég fengi að vitja hans. Það hafði aldrei gerst fyrr að ríkislögreglan hleypti presti í verkfalli inn til dauðadæmdra fanga. Hún vildi ekki heyra það, ég yrði að reyna. Við skildum. Það sem hún ætlaði sér var alveg vonlaust. Það vissi ég fyrir víst. En skildi mér heppnast nýtt. Ég fékk þó kurteislegar móttökur. Lögreglan var ekki ennþá búin að fá vitneskju dóminn. Ég skýrði í stuttumáli frá hvernig komið var, lagði fram þýsk embættisskilríki og bað leyfi til að vitja fangan. Þeir drógu svarið við sig. Létu mig þó svo fara fram á ganginn og bíða þess þar. Eftir fáeinar mínútur kom svarið. Mér var veitt leyfið.
Ég átti að vera tilbúin síðdegis þennan sama dag. Það dróst þó til kvölds næsta dag. Á kvöldi föstudagsins 5. maí satt ég inni á skrifstofu í Kronprinsensgade og beið Knúts. Náðunarbeiðninni hafði þegar verið synjað og líklegt var að aftakan myndi fara fram undir morguninn. Mér hafði verið falið að tilkynna fanganum þetta og ég átti að fá að vera hjá honum í 3 klukkustundir. Varðmaðurinn átti að vera viðstaddur til að hlýða á samtal okkar. Nú komið inn með Knút. Hann enn í fjötrum en hefur fengið að fara í skyrtu, setja upp hálsbindi og greiða sér. Hann reynir að rétta mér höndina og horfir á mig fallegu augnaráði, sem þó ber vott að ýmislegt hefur á dagana drifið. Hvað haldið þið mig? Það engu líkara að þetta sé ángistaróp. Ógnir og þjáningar síðustu vikna hafa knúð það fram. Leið var mér ljóst hvað það var sem sárast hafði kvalið hann, síðan óhappið varð við landamærin. Þarna var hermaður sem hafði orðið að heyja sína hörðu baráttu aleinn eftir að hann hafði skotið fyrsta skoti sínu á lifandi mannveru. Þessi viðkvæmni og brjóstgóði piltur hafði fengið samviskubit af því að skjóta meðbróður sinn utan skipulegra hernaðar aðgerða. Áttu við það hvað Guð muni halda athæfið þitt? Hann kinkaði kolli. Með áróðri hafði verið reynt að gjöra þennan vandaða pilt að réttum og sléttum morðingja. Hvað væri nú óhætt að segja mikið svo að varðmaðurinn gripi ekki inn í? Ég fikraði mig áfram. Ég þekki ekki alla málavexti, en það þó augljóst mál að við getum ekki dæmt þetta á sama hátt á stríðstímum sem undir venjulegum kringumstæðum. Varðmaðurinn skipti sér ekkert af okkur. Ég hélt áfram. Þú varst hermaður og hinn var líka hermaður. Annars okkur leyfilegt í þessu máli sem öllum öðrum að leita til Guðs með alla hluti. Samtalið snérist og brátt það sem mikilvægast af öllu. Við höfðum yfir hinn einföldustu og skýrustu vers úr Biblíunni. Sum þeirra skrifuðum við upp á pappírsmiða sem hann ætlaði að geyma til hinn síðasta. Það var líka auðséð í dag að hann var svangur. Við rufum því samtalið og ég tók upp nestið. Varðmaðurinn fékk leyfi til að losa handjárnin og matarlistin var góð. Knút hafði borið frá í brjósti síðan dómurinn var uppkveðinn að fá að tala við föður sinn. Hann fékk ekki leyfi til þess enda þótt erfitt væri að skilja til hvers þeir héldu föður hans enn sem gísl, eftir að búið var að handtaka piltinn sjálfan. Ég stakk upp á því við hann að hann skildi skrifa bréf og hann settist rólegu niður til þess. Ég virti hann fyrir mér meðan hann var að skrifa. Það var ómögulegt að sjá það á honum að hann væri að skrifa sínum nánustu í hinsta sinn og þakka þeim fyrir allt. Tíminn var fljótur að líða og ég varð að búa mig undir að fara. Langar þig að ganga til altaris? Það birti yfir svip hans og hann leit upp. Get ég fengið það núna? Við töluðum nú dálítið kvöldmáltíðina og rifjuðum upp það sem hann hafði lært hana fyrir ferminguna. Allur útbúnaður var í kvöld með einfaldasta móti. Skrifborðið var altari. 2 logandi kerti gerðu þó sitt til að skapa hátíðablæ í rökkrinu. Fyrir framan borðið satt Knút alvarlegur á svip og fullur eftirvæntingar. Við sungum sálm sem hann kunni frá barnæsku. Svo tata míne henner. Og síðan gengum við saman til altaris. Að lokum spenntum við greipar og þökkuðum honum sem endurnærir oss með sínum blessuðu gjöfum. Við sungum enn, meðan Jesús minn ég lifi. Stund sátum við hljóðir, þá bað hann að við syngjum Jesús hið einasta. Við syngum öll versin. Mér hefur alltaf fundist þessi söngur svo fallegur. Við lærðum hann í skólanum og svo sungum við hann hjá prestinum. Klukkan var orðin meira en 10, svo ég varð að búa mig undir að kveðja. Ég hafði ekki enn minnst neitt á það að náðunarbeiðninni hefði verið synjað og hann ætti að fara héðan í nótt. Hann var samt sem áður svo vel undir það búinn að það mátti heita að það kæmi af sjálfum sér. Ég veit ekki hvað langt þú átt eftir ólifa, Knút. Það getur verið að það séu ekki nema fáeinir klukkutímar. Það skiptir engu máli. En það var undursamlegt að ég skildi fá að lifa þetta kvöld.
Það eins og það vegi upp á móti öllu hinu illa. Ég skil ekkert í því að ég skildi ekki hafa komið auga á þetta fyrr. Það dásamlegt að fá að reyna þessa gleði. Ég hef þrátt fyrir allt verið heppinn. Það eru ekki allir deyjandi menn sem fá tíma til að hugsa sig svona Ég er öruggur. Það svo undarlegt að mér finnst ég nærri því vera hamingjusamur. Hann horfði fram fyrir sig. Því næst bað hann mig að lána sér Biblíuna. Hann sat og las í henni hríð. Þá fékk ég skilaboð það mér væri leyft að vera hjá honum alla nóttina. Öðru hvoru leit hann upp og horfði brosandi á mig. Við skiptumst öðru hvoru og nokkrum orðum, ýmist það sem hann var að lesa eða eitthvað annað sem í hugan kom. Stundum sagði hann mér ýmislegt sjálfan sig. Hann talaði mikið það hann var skáti. Guðsþjónustu stundirnar sem sveitastjórnin hafði haft með drengjunum hafði verið honum sérstaklega ánægjulegar. Hann hafði verið hrifinn af trú sveitastjórans. Skilaðu kveðju til hans og segðu að ég minnist með þakklæti orðana sem hann hefur talað til mín. Skilaðu líka kveðju til annara vina minna frá skátatímanum. Hann settist aftur við Biblíuna. Stundu eftir miðnætti stakk ég upp á því að hann skildi leggja sig svo litla stund og hvíla sig. Við fórum yfir í annað herbergi og hann lagði sig í rúmið. Það leið ekki á löngu hann sofnaði. Hann þurfti á hvíldinni að halda. Ég satt kyrr hjá honum. Þarna ríkti friður og ró og friðurinn átti greinilega upptök sín hið innra. Öðru eins og þessu getur ekkert komið til leiðar annað en fagnaðarerindið. Mér finnst ég nærri því vera hamingjusamur. Það furðulegt að ungur piltur í blóma lífsins skuli geta tekið svo til orða rétt áður en það á að taka hann af lífi. Guðs orð talar frið sem æðri öllum skilningi. Hér fær maður að reyna það áþreifanlegar en nokkru sinni fyrr. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur yður, sagði Jesús eitt sinn þennan frið. 2:30 vakti ég hann. Við höfðum stutt að bænastund saman. Ég sagði honum þá að ég myndi ekki fá að vera með honum alveg til enda og við myndum brátt verða að skilja. Mér hefði ugglaust verið hjálpað því að hafa þig hjá mér, en ég er ekki einn. Jesús Kristur er hjá mér. Ég hef líka þennan miða. Hann tók upp miðan sem ég hafði skrifað 2 ritningarorð á. Sjáðu Guðs lambið sem ber synd heimsins. Þann sem til mín kemur mun ég alls ekki burtu reka. Eftir stutta stund lífinu lokið, Knút. Ertu nokkur hræddur? Nei, en það þó einkennilegt til þess að hugsa. Nú drepur varmaður á dyr. Mér þykir leitt að þurfa að gera ykkur ónæði, en bráðum þurfið þið að vera tilbúnir. Við töluðum saman ofurlitla stund enn og því næst lýsti ég blessun yfir hann. Þú færð áreiðanlega styrk til að vera einarlegur norskur kristinn piltur allt til enda. Ég reyni það. Mér líður nú svo vel. Þú skalt minnast hans sem hefur gengið sömu braut á undan þér. Hann stóð upp og lagaði sig til. Það glampaði á rauðakrossmerkið í jakkahorninu, tákn þess málefnis sem hafði gagntekið hann og hann hafði fórnað svo miklum kröftum og tómstundum fyrir. Hann hafði beðið að fá að bera það allt til enda. Ég tók í hönd hans í síðasta sinn, svo varði ég að fara. En hann var ekki einn eftir. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. 10. lestur að Gríni. Haustið 1942 tókst Þjóðverjum að hafa hendur í hári fjölda manns úr leynihreyfingunni í Suður Noregi. Þeir beittu ruddalegustu pyntingartækjum sínum og framkvæmdu allar aðgerðir sínar með leiftur hraða. Meðan á þessum ofsóknum stóð unnu margir norðmenn hetjuleg afrek. En aðstæðarnar voru erfiðar og það var engin leið að koma í veg fyrir að Þjóðverjum tækist að handsama fjölda manns. Sumstaðar hirtu þeir að heita mátti hvern einasta karlmann. Það leið þó ekki á löngu eins mönnum tókst að skipuleggja mótspyrnuhreyfingun á ný. 7. maí 1945 gengu hersveiti fram í Suður Noregi og engu síður en annar staðar í landinu. En þetta kostaði allt hreint ekki svo lítið. Fjöldi manns var sendur til Þýskalands og ýmsir komu aldrei aftur. Haustið 1943 var fyrirsjáanlegt að ýmsir af helstu forsprökkun norðmanna
sem teknu höfðu verið áttu vísan dauðadóm. Þó leið ekki langur tími þangað til þeir sem leiddir voru fyrir lögreglurétt. Það var ekki fyrir en í apríl 1944 að málið var tekið fyrir. Því lyktaði með því að 8 manns voru dæmdir til dauða. Fyrst skal telja foringja þeirra Árni Laudal, major frá Kristjánsand, þá Knut Boy frá Setesdal, Annu Tveit frá Lillesand, Ólaf Deivik og Tollef Tollefsson frá Grímstad og Árni Björge frá Arendal. Auk þessara voru líka dæmdir 2 úlingar sem síðar voru náðaðir. Í þetta sinn var engu líkara en betri hliðin væri uppi á lögregluréttinum. Bæði ég og aðstandendur fangana fengu leyfi til að vitja þeirra og það oftar en einu sinni. Það var orðið langt síðan slík mannúð hafði sést. Nokkrum dögum eftir að dómarinn hafði verið kveðinn upp, fór ég til Grini. Ég hafði meðferðist ýmislegt sem ég bjóst við að gagni mætti koma. Ég hafði með mér Nýja testamenti og sálmabækur. Það var nú reynda bannað að Grini. Svo hafði ég karamellur og ekki má gleyma sígarettunum. Veðrið var bjart og fagurt og það var lítil umferð á veginum frá Rói. Ég mætti fáinu vörubifröðum og einnig þýskri liðsforingjabifrið. Mér gekk því vel að komast áfram á reiðhjólinu mínu. Hvernig skildi þetta nú fara? Myndi mér verða leitt að tala í 15 mínútur við hvern og einn eins og ég hefði fengið lofvort fyrir? Það reið á miklu hvort ég fengi það eða yrði ef til vill að tala við þá alla í einu í hálftíma eða svo. Þeir þekktu mig lítið og ég ekkert þá. Mér var kunnugt að þeir höfðu haldið guðþjónustur í fallhlífinni en var samt líklegt að þeir myndu strax geta tekið mér sem einum úr þeirra hópi. Myndi geta orðið fullur trúnaður okkar á milli. Hvernig ætti ég að fara að því að segja einmitt það sem við ætti? Ég beygði inn á veginn sem lá heim af varðstofunni. Nokkri bláklæddir fangar voru þar að vega vinnu. En þýsk herlögregla þrammaði þar fram og aftur með byksu við öxl sér. Fangarnir litu upp þegar ég kom. Við kinkuðum kolli svo lítið bara á og svo hélt ég áfram leiðan minna. Brátt blasti Grini fangilsi við mér, baðaði í vorsólinni. Ég fór að baki við varðstofuna, gekk inn og sýndi skilríki mín. Það fór eins og mig grunaði. Þeir urðu ekki sérlega blíður á mannin ef þeir sáu þessi skilríki. Það myndi taka 2 klukkutíma að vitja 7 menn. Sá 8. var í Müllergarten og vera 15 mínútur hjá hverjum. Það er ómögulegt. Ég yrði að minnstakost að bíða þangað til öllum öðrum vitunum væri lokið. Þá mætti athuga málið. Þá fannst mér eins gott að stinga sjálfur upp á því að fá að tala við þá alla í einu. En til þess hvað ég þurfa að fá að minnstakosti 3 stundafjórðunga. Ég sagði þeim frá því að ég hefði einu sinni áður haft þá aðferð. Þetta virtist falla í góðan jarðveg hjá þeim og sögðu þeir mér að bíða svolitla stund í biðsalnum. Í biðsalnum var allmargt fólk. Stóð það í þyrpingu við dyrnar til þess að reyna að sjá fangana þegar komið væri með þá inn til að taka á móti heimsóknum. Nöfnin voru kölluð upp eftir röð, en menn urðu ofta að bíða lengi og það stundum tímum saman. En þegar nafni var nefnt, tóku menn heldur betur viðbragð. Menn tóku gólfið í fáeinum skrefum inn í litla herbyggið til hliðin og biðsalnum, þar sem þeir máttu tala við fangana í 10 mínútur. Það var fremur hljótt í salnum, en þó heyrðist samtalið yfirleitt ekki fram. Ég held að eina undantekningin hafi verið þegar konan okkur frá Bergen var að tala við mannin sinn. Við heyrðum allt í einu að hún gall við með sérkennur og róm svo hátt að allir heyrðu. Þú hlýtur þó að mig að skrifa að þér þykir vænt um mig. Henni að auðsjónað fundist bréfaskoðunin ganga full langt. Allir sem í salnum voru fóru að skellihlæja. Ég þurfti ekki að bíða lengi. Þýskur varðmaður kom og sótti mig, fór með mig inn í aðalbygginguna og þar inn í lyftu.
Ég var að brjóta heilan hvort til stæði að fara með mig alla leið upp í fallífina á 4. hæð, en þá námum við staðar á annarri hæð. Á deildarskrifstofunni var fyrir stónsveitarforingi. Hann tilkynnti mér allra mildilegast að ég mætti tala við 3 í einu í 10 mínútur. Ég reyndi að gera honum skiljanlegt að þetta væri engin kostabóð fyrir sálusorgara. Hvort sem honum skildist það eða ekki, þá kvaðst hann samt líta þannig á að svo væri. En þegar ég bað að mega heldur tala við þá alla 7 í einu í helmingi lengri tíma, þá gekk hann inn á það. 6 þeirra áttu að koma með okkur á skrifstofuna, eins og 7. Knut Bói lá á sjúkrahúsi og hann átti ég að tala við þar á eftir. Foringinn gaf mér líka leyfi til að bjóða þeim sígarettur, en hann var aftur á móti ekki eins hrifinn af karamellunum. Hvaða tryggingu hafði hann fyrir því ekki væri í þeim eitur? Ég lofaði hátíðlega að ábyrgjast það og þá lét hann til leiðast. Eftir stutta stund komu þeir framandi. Fyrstur var Laudal major, þá kom David, Tilbertsson, Björge og Tveit. Svo 7. sem síðar var náðaður kom rétt og eftir hinnum. Ég verð að játa það að ég var hreykinn fyrir hönd þjóða minna þegar ég stóð augliti til auglitis við þessa menn. Þetta voru myndar menn. Hjá slíkum mönnum hægt að tala virðulega framkomu. Þeir stóðu teinréttir þangað til stónsveitarforinginn gaf merki. Þá mátti samtali byrja. Ég sagði þeim hver ég væri og bauð þeim sígarettur. Divik kinkaði kolli og sagði: "Bjöð mist í Grímstad." Við lettu stórum. Þá vissu þeir þó að minnstakosti að það var vinur en ekki óvinur sem komin var til þeirra. Þá var mér óhætt að heilsa hverjum fyrir sig og skila kveðju frá vandamönnum til þeirra. Allir nánustu vandamenn þeirra voru komnir til Ósló og ætluðu að heimsækja þá innan skammt. Hvernig taka þeir þessu? Frábærlega vel. Það birti yfir Björgu þegar hann heyrði það. Og kona mín líka, spurði hann. Já, miklu betur en við mátti búast. Þið eigið víst erfiðast með að hugsa til vandamann eitthvað. Já, ef við þyrftum ekki að hugsa þá, væri þetta ekki neitt. Þegar þeir voru búnar með sígaretturnar, tók ég Nýja testamentið og las Jóhannes 7. kafla 37. til 40. vers og staðnæmdi sérstaklega við orðin: "Þann sem til mín kemur mun ég alls ekki í burtu reka." Að því búnu báðu við saman. Þeir stóðu fyrir framan mig þögulir og alvarlegir á svip. Á slíku stundum sem þessari fær Guðsorð alveg sérstaka þýðingu fyrir mann. Hvað í ósköpunum hefði ég átt að segja við þá ef ég hefði ekki haft það? Og þeir aftur á móti, hvernig hefði þeim liðið ef þeir hefði ekki haft Guðs orð? Við töluðum áfram það sem ég hafði lesið. Varðmenn voru sífellt á randi út og inn, en við létu það ekkert aftar okkur. Nú kom stórsveitarforinginn og tilkynnti okkur að tíminn væri útrunnin. Laudal þakkaði mér komuna. Hann sagði: "Hvað þýðir ykkur sem presturinn var að tala þá vildi við gjarnan allir fá að lýsa því að þetta einmitt okkar reynsla." Þetta voru stutt og hermannuleg orð. Svona var þessi maður, glæsilegur norskur liðsforingi. Það var engu líkara en að stórsveitarforinginn væri líka gagntekinn að þessari framkomu. Þegar fangarnir gengu út, stóð hann hugsi eftir. Ég tekur sárt til þessara manna, sagði hann. Það eru fyrirverandi stjórnvöld þessa land sem ber ábyrgð á þessu, því að þau hafa afveglegt fólkið. Þau var sök á því að þessi menn deyja og það fyrir málstað sem einskis virði. Lýðræði, hvað það annað en fyrirbóði kommunisma? Því næst var ég að hlusta á allt rausið sem mergir griffingar höfðu orðið að hlusta á ótal sinnum og alkunnugt í öllum nasista áráðri. Ég átti einskis annara úrkostar en að standa kyrr, en erfitt var það. Maður þurfti ekki að svara,
Það var nóg að segja já og nei öðru hverju. Til allra hamingju voru við truflaðir í miðjum klíðum, en hvílíkt djúp var staðfest á milli okkar. Það var auðséð að hann trúði þeim hugmyndum sem hann bar á borð fyrir mann. Við fórum í lyftu upp á næstu hæð og mér var vísað inn á sjúkraklefan þar sem Knut Boy var. Klefinn var mjög þröngur, en hann var bjartur og þokkalegur og sólin skein inn. Inni var allt í röð og reglu og sængufatnaður hinn besti. Í næsta rúmi við Boy var fangi með lúnabólgu. Ég var með kveðju frá vandamönnum Boy og félögum hans í fallífinni. Það gladdi hann mikið að frétta að konan hans og barn voru komin til borgarinnar, en hann kveið fyrir hvernig hann ætti að fara að því að komast niður í varðhúsið til að taka á móti heimsókninni. Giktin hafði farið illa með hann. Ég las fyrir hann sömu versin sem ég hafði lesið fyrir félaga hans og dró fram sömu hugsanir í hugleiðingunum. 10 mínútur eru fljótar að líða og að þeim liðnum var ég að fara aftur. Þýskur herlögregluþjónn fylgdi mér niður í varðstofuna. Hann fór að tala við mig norska verkamennina og hvaðst ekki vera hrifinn af vinnubrögðum þeirra. Hann þóttist hafa haft gott tækifæri til að kynna sér það að gríni og fannst menn vera latið. Og það kemur manni vissulega ekki á óvart. Að þessu loknum hélt ég aftur til borgarinnar. Í næstu viku fékk ég á ný að vitja fangana. Þá var mér vísað beint til aðalbyggingarinnar og inn í herbyggi sem var beint á móti skrifstofunni. Þar biðu fangarnir í röð. Í þetta sinn var Boy líka með þeim. Tellefsen hafði stutt hann niður. Engir stólar voru í herbyrginu, en Tellefsen reyndi að útbúa eins konar sæti fyrir vin sinn úr hinu á sér. Varðmaðurinn virtist vera með betri á móti í dag, því hann fór strax og náði í stól. Ég tók í höndin á þeim öllum, það var eins og ég væri að heilsa gömlum kunningum. Við ætlum að hafa altarisgöngu í dag. Sá yngstu úr hópnum var enn ekki kominn og varðmaðurinn féllst á það að við skyldum bíða eftir honum. Síðan kom í ljós að hann var hjá Terboven og verið þar að ræða náðun, svo hann kom alls ekki til okkar í þetta sinn. En fyrir það fengum við að vera meira en klukkutíma lengur saman ella. Hvernig líður ykkur? Betur en flestir halda. Það er erfiðast að hugsa heim, en að öllu öðru leiti líður okkur vel. Tveit leit á mig og brosti við. Hann var hár maður en fölur í kinnum. Hann sagði: hugsunum okkar er best lýst með versinu: Guds signi var dýri föðurland og latið somme hæger blomma. Þetta var einfaldur en fagur vitnisburður það sem gagn tók hugi okkar allra, en engin orð gátu betur lýst. Við fórum að tala kvöldmáltíðina og nefndi sérstaklega þær gjafir sem við hljótum í henni. Hún er minningarmáltíð Jesúm Krist og verk hans fyrir okkur. Hún færir okkur himneskar gjafir, líkama og blóð Jesú. Það kom brátt í ljós að þeir voru vel að sér í hverunum sínu. Þeir höfðu vist að rætt þetta og ýmislegt fleira í fallífinni. Þar höfðu þeir haft leynilega altarisgöngu. Einu húsgögnin í herberginu hjá okkur voru stórt borð. Það notuðum við fyrir altari. Við höfðum hvítan pendúk á borðinu og 2 logandi kerti. Það var allt og söm. Altarisgestirnir 7, einn af hinum föngunum hafði fengið leyfi til að vera með, stóðu í hálfring umhverfis borðið. Þeir virtist ekki vera sérlega dabrir í huga, þar sem þeir stóðu við hlið gríni búningum sínum. En yfir því hvíldi heilug alvara, sem bar vott að hér væri ekki neina uppgjöf að ræða, og þetta væru ekki heldur menn sem ættu einskis annars úrskost en að trúa vegna þess að þeir stæðu augliti til auglit við dauðan. Þarna voru menn sem voru höndlaðir á Guði. Við syngjum altarisöngin: Hjartkær Jesú, af hjarta ég þrái þig. Því næst amennust við í bæn. Ég nota Guðspjall síðastlýsins sunnudags fyrir texta. Það er Jesúm sem góða hirðin
og ég reyni að draga fram ýmsar hugsanir úr predikun minni þá. Við byggjum gömlu altarisgöngubæninu og Faðir vor, síðan las ég innsetningar orðin sem þeir hafa heyrt frá blautu barsbeini í kirkjunum heima hjá sér. Gjöru þetta í mína minningu. Eftir það meðtókum við líkama og blóð Jesú Krist. Á eftir þakkabænina las ég eins og svo oft áður við slíkt tækifæri 23. sálm Davíð. Í hvert skipti fannst manni sá sálmur eingöngu vera skrifað fyrir þá stund. Ég lýsi blessuninni yfir þeim, Tveit býður okkur að syngja meðan Jesús minn ég lifi. Síðan gengið til hvers og eins, tekju hönd hans og ávarpa með þessari gömlu kveðju, til hamingju og sælu. Þegar ég kem að Tveit, svarar hann í einlægni og innilega, Guð blessi þig. Mér fannst blessunar ströymur fara mig allan. Þá kemur að kveðjustundinni. Ég vorð á því að ég muni ekki fá að koma til þeirra aftur. Þeir biðja mig fyrir kveðju til ýmissa vina þeirra og kunningja. Tveit segi fyrir munn þeir allra. Við eigum enga óvinni. Skilaðu kveðju til landa okkar og segðu þeim það. Ég þrýsti fast hönd hans. Ég þakka þeir fyrir Tveit. Við höfum gott af því að heyra það. Þeir fara. Dývík staldraði ofurliti við. Þið verðið að biðja fyrir okkur, segir hann. Við gerum það á hverjum degi. Hann bætir við þessari kristnu játningu. Ég finnst ég vera svo smár. Þá finnum við það best hve mikla þörf við höfum fyrir Krist, svaraði ég. Hann fer því næst á eftir hinnum inn í lyftuna. Hann hefur vaxið mikið við þessu síðustu orð. Reyndar ekki í augum fangavarðansins. Í huga nasistana er auðmýktin engin dyggð, en í huga kristinna manna er öðru máli að gegna. Þeir voru með réttur dáðir og virtir af hverjum sönnum norðmanni. En þeir gengu út í dauðan án þess að hugsa eigið ágæti og án þess að hafa það á meðvutundinni hafa unnið nokkur afrek. Ég finnst ég vera svo smár. Ekki vegna þess að hann hafi verið dæmdur á jarðnesku dómstóli, heldur á himneskum, þeim dómstóli sem dæmir en fyrirdæmir ekki vegna þess að manni stendur til boða náð fyrir Jesúm Krist. Karlmannlegir og sterkir en auðmjúkir. Þannig eru hetjur á dauðastund. Miðvikudaginn 10. maí tilkynnti lögreglurétturinn að dómnum hefði verið fullnægt. Það kom ekki óvænt. Þegar tveir hinna yngstu úr hópnum hefðu verið náðaðir, vissu við hvað myndi bíða hinna. Árið síðast fundu skrafið þeirra í Trandum, úr bréfum. Setulistdómstólarnir hefðu leyft dauðadæmdum föngum að skrifa kveðjubréf, en það leyfði lögregluherrétturinn hins vegar aldrei. Stundu tókst þó föngunum að smygla frá sig bréfum, annarkvort með föngum sem látnir voru lausir eða á annan hátt. Bréfin fjallaði sjálfsögðu öllum einkamál og það væri alls ekki rétt að birta neitt þeirra í heild. Hér skal þó tekin ofurlítill útdráttur sem geti átt erindi til almennings, þótt bréfritararnir hafi alls ekki haft það í huga. Við byrjum á nokkrum dagbókarblöðum sem smygla var út. Á morgun hún ákvæmlega 4 vikur síðan dómurum var upp kveðin. En var einmitt skot nákvæmlega upp á dag 4 vikum eftir að dómur hans var upp kveðin. Þeir rifu hann upp úr rúminu kvöldi áður. Nú getum við átt von á því sama á hverju kvöldi. Skildu þeir koma í kvöld, eða skildu við fá eina heimsókn enn að heiman. Ég að böglast að setja saman nokkur erindi sem ég heyrði samt ekki að skrifa upp. Næsti dagur. Skildu henni háu herrar koma í kvöld. Síðdegis í dag hefur verið vorblæri lofti, básamlegt veður. Þá langar man svo mikið að lifa áfram. Í gærkvöldi gæðist einhver inn litla hringgluggan á klefahurðinni hjá mér. Ljós var kveikt og þá hélt ég að þeir væri á að koma, en svo var ekki. Ljósið var slökkt aftur og þá var hringt með litlu bjöllinni sem tilkynntu okkur alltaf hvenær við ættum að fara að sofa. Við, norðmenn, verðum nú að leggja okkur eftir skipunum hinna germönsku frænda, þótt við séum í okkar eigin landi.
Fyrir það bil 20 mínútum fór ég út í gluggann til að tala við NN. Við töluðum útlitið eins og við vorum vanir. Allt í einu hvarf hann úr glugganum. Æ, andvarpaði ég. Hann kemur svo aftur út í gluggann en mjög hnugginn og sveitt. Hann kinkar aðeins kolli til mín og hverfur svo á ný. Ég veit ekki hvað ég á að halda, en býst við hinu versta. Þá kemur hann enn, og þegar hann sér undrunarsvipur á mér segir hann: Það var einhver frammi á ganginum. Nú megum við búast við öllu. Já, það hugsa ég, svara ég og fer niður úr glugganum til að skrifa þessa línu. Þetta voru augnablik sem ómögulegt að gleyma. Annar fangi sem fengið hefði leyfi til að skrifa sitt bréf byrjar á þessa leið. Já, eins og þið eru búin að frétta var beiðni okkar náðun því miður synjað og dómnum verður fullnægt. Við erum nú búinir að búa okkur undir það. Við erum hér saman komnir síðasta kvöldið ævi okkar. Það sárast til þess að hugsa að þetta verður þungt áfall fyrir ykkur sem eftir lifið. Við vonum allir að þið megi hljóta sama kraft til að bera þetta og við höfum hlotið. Þið myndu sennilega aldrei geta að trúa því hvernig það hægt. Við erum allir mjög rólegir, það eins og fargi sig á okkur létt. Við berum ekki hatur í brjóstu til nokkurs manns. Það sama vonum við að megi segja ykkur. Það getur ekkert gott hlotist á hatrinu. Í mörgum bréfum var talað á sömu leið hatrið. Sjálfur vonast ég til að hafa gert upp reikning við æðsta foringja minn og að ég megi öruggur fara til hans. Eins lengi og ég má ætla ég að nota þann tíma sem ég á eftir ólifað til að styrkjast í þeim örugga friði og þeirri rósemi sem ég á nú. Ég vonast til að við getum verið eins rólegir og hugprúðir eins og við vorum fyrir réttinum í gær, allt þangað til skotið ríður af. Svo langar mig til að biðja ykkur innilega það að láta ekki gremju ná yfirhöndinu hjá ykkur, þegar þetta allt á enda. Það einungis hægt að byggja upp gott með góðu sem sprettur upp frá góðu og kærleiksríku hjarta. Guð besti ráðgjafinn í öllum hlutum og á öllum tímum. Nokkur síðar skrifa svo sami: Með öruggri trú á blessað fagnaðarerindi og sérstaklega Jóhannes 6:37 þetta alls ekki svo erfitt. Þegar við það bætist örugg trú á land og þjóð, þá getur maður hálft öruggur í augun við dauðan. Þetta var skrifað í leynibréfi. Bréfin báru oft með sér látlausan kristin vitnisburð. Eitt þeirra yngstu skrifar svo: Já, nú líður mér vel, mamma. Hugsaði þér að ég hef hlotið þá mestu gleði sem nokkur maður getur hlotið. Þá gleði að eignast Guð í kærleika. Það undursamlegt að vera Guðs barn, því þá þarf maður ekkert að óttast. Við elskum bæði Jesúm, Guðs eingetinn son, sem dó fyrir okkur á krossinum. Síðasta ósk mín svo að þið öll megið verða Guðs börn. Ég get ekki skrifa meira núna vegna þess hver ég á erfitt með að hugsa en hjartað heitt. Það titrar á kærleika til Jesú og allra sem ég þykir vænt Síðasta kveðja mín svo ósk að Guði megi gefa ykkur öllum af þeirri náð sem hann hefur gefið mér. Vertu ekki sorgmætt út af mér, mamma mín, því að mér mun líða vel heima hjá Jesús, frelsar okkar. Og síðasta ósk mín svo að allir megi finna veginn til lífsins sem liggur krossin. Guðs friður sé með ykkur öllum. Anna kornungur piltur skrifaði foreldri sínum: Ykkur tvö hef ég elskað heitast af öllu hér á jörð, og það erfitt að þurfa að skilja við ykkur á þennan hátt. Skrifað stendur: Verði ekki minn, heldur þinn vilji. Þegar við hugsum það, getum við hort hugglöð í augu við allt. Ég hef sjálfur fundið frið í Jesú og mæti hverju sem að höndum ber. Í öruggri trú og ég veit að hann heldur hendi sinn yfir mér. Mætti þið líka vera öruggi trúni á Jesúm og leita huggunar í honum. Þá fáum við bráðum að hittast aftur í betri heimi. Enn eitt skrifar: Ég sendi ykkur síðustu kveðju.
Já, það þá sem sé ætlun Jesú að taka mig heim til sín. Ég ætla að þakka ykkur innilega fyrir allt sem þið hafi gjört fyrir mig þessi ár. Mest af öllu þakka ég fyrir það að þið hafi alið mig upp og alla heima upp í trúnni á Jesúm Krist. Ég þakka Guði fyrir að ég átti grundvöll til að byggja á og hef fengið tóm til að hugsa lífið og öðla sanna skilning á því. Þið getið ímyndað ykkur að það erfitt að skrifa. Það svo margt sem langar til að segja ykkur, en þið skulu lesa í Nýja testamentinu. Það langar mig mest af öllu til að segja. Margir talað hinn undursamlega frið sem þeir hlutu síðustu nóttina. Þú mátt ekki halda að mér finnist erfitt að eiga að deyja. Þér finnst það ef þú vill ótrúlegt, en stundum finnst mér það blátt áfram vera dásamlegt að eiga að deyja. Hugsaði þér að eiga að fá að mæta Jesú. Ég hef svo margt sem ég þarf að spyrja ýmislegt sem ég skil ekki í lifenda lífi. Það svo sætt að finna það að Guð gefur manni styrk þessar síðustu stundir sem maður á ólifað. Þú mátt ekki vera hrygg yfir því að ekki hefur farið eins og við báðu Guð Mundu að það sem ég gjöri skilir þú ekki nú, en seinna myndu skilja það. Ég vona af öllu mínu hjarta að Noregur eigi aftur eftir að verða frjáls, svo þú og börnin geti lifað áfram hjá hamingjusamri þjóð. Þá hefur þetta ekki allt verið til einskis. Við erum hér allir og erum að skrifa bréf og tala saman. Allir hefur við öðlast hinn mikla frið. Ég skrifa þetta meðan við bíðum eftir prestunum sem ætlar svo með okkur í kirkjuna. Við fengum að vita það á sunnudagskvöldið. Ég verði að segja ykkur frá því að ég var í óvenjulega góðu skapi þegar ég vaknaði á sunnudagsmorgunin. Ég sagði við sjálfa mig að nú myndum við áræðanlega fá góða fréttir í dag. Já, það getur þótt undarlegt, en þegar ég skrifa þetta finnst mér ég ekki hafa orðið fyrir vonbrigðum. Enginn okkar færum að segja til hvað sé okkur fyrir bestu. Allt getur virst tilgangslaust þessa stundina, en það kemur að því að við fáum að sjá hver sé tilgangurinn með því öllu. Það betra að deyja í trú í dag en deyja eftir mörg ár og eiga þá eða vill enga trú. Síðasta orðið sem við vorum myndir á var: þann sem til mín kemur mun ég alls ekki burtu reka. Þetta gott að vita. Ég get líka sagt ykkur það að ég dey án þess að bera hatur eða hefndarfýsn í huga. Mætti því vera þannig varið með ykkur. Ef þið getið hugsað þannig, verður umhugsunin okkur ekki eins sár. Sem sagt, grátið ekki, mínir elskuðu, en gleðjist yfir því að ég hef fundið Guð. Nú líður á lokum, klukkan 4 nótt. Við erum hér allir og allir í góðu skapi. Á slíkri stund sem þessari mikilsum vert að eiga vini. Nú nálgast jólin aftur. Lofið mér því að taka þá í hendur eins og þið eru vön og syngja gömlu kæru söngvana. Ég þoli ekki að hugsa mikið það, því að mér finnst erfiðast að yfirgefa ykkur og minningarnar að heiman. En syrgið ekki og grátið ekki, ástunir mínir, ég dey hamingjusamur. Ég hægt að segja þetta betur. Að síðustu, ég þakka ykkur alla góðu stundirnar og hittumst heil. Ég hægt að segja þetta betur. Að síðustu, ég þakka ykkur alla góðu stundirnar og hittumst heil. Fangelsið opið. 8. maí 1945 var ekki að hægt að sjá annað að sjá en að lífið gengi sinn vanagang í Akkarshús. Varðmennirnir stóðu hver á sínum stað með byssur sínar og skotfærabelti sig. Þeir sem inn ætluðu að fara þurftu að sýna skilríki eins og vant var. Liðsforingjar skunduðu fram og aftur kastalagarðinn og það var ómögulegt að sjá á hörkulegum svip þeirra hvað þeir hugsuðu. Þarna voru gaddavírsskýrðingar, skotvirki og ýmiss konar umferðar tálmanir sem höfðu enga hugmynd
að nú voru borgarbúa farnir að fagna friði og frelsi. Þrátt fyrir allt hefur gamla Akkershús virkið skipt svip. Nakin fánastöngin gnæfir þarna. Hún ber ekki lengur hakakross fánan. Í fyrsta skipti síðan april 1940, allt virkið baða nú í hreinni norskri vorsól eftir 5 löng og dimm ár. En það sem mikilvægast af öllu, fangelsið opið. Þýski fangavörðurinn að vísu þarna ennþá með stóru lyklana sína, en aðrir hafa fengið völdin og það veit hann vel. Hann brosir hálf vandræðalega leið og hann opnar dyrnar og mennirnir sem þarna hafa setið mánuðum og árum saman ganga hver á fætur öðrum út. En nú ekki eingöngu hleypt glöðum föngum út úr fangelsinu. Nú berst líka smátt og smátt út hræðileg tíðindi sem hingað til hafa verið falin innan traustra múra. Við vissum ekki fyrir nú að hvað eftir annað hafði verið farið með fanga á laun út þessar dyr á aftökustaðinn. Allir voru glaðir, en svo lítið virtist aftökur í haust, og menn vissu ekki að sá tími var síst betri en aðrir. Þessi yfirborðsmildi hafði þó ekki verið neitt annað en herbragð til að breiða yfir liðsflutningana frá Finnlandi. Við vorum fáir sem vissum á þessum gamla sögustaf sjálfum höfðu farið fram aftökur síðustu mánuðina. Á þessum stað höfðu meira að segja norskir menn beint vopnum að löndum sínum. Þessar aftökur höfðu farið fram beint á móti fangelsinu á litlu auðu svæði sem umkringt var af fáeinum trjám. Þar höfðu ekki verið aðrir vottar en virkisveggirnir og gamla höllin, en skammt frá þessum stað teygði kirkjudyrtin sig upp í nætur himinin, eins og vildi segja við syni sína þarna niður á ströndinni: ég hér, ég bendi ennþá til himins. Ó nei, það var ekki eingöngu brosandi fanga sem birtust þegar fangelsið var opnað. En í dag hugsum við fangana. Við erum að taka sama fatnað í einum klefana á Adel, þar sem Þjóðverjar geymdu þá fanga sem þeir gættu strangast. Hér hafði þessi fangi setið í hálft annað ár og helminginum af þeim tíma hefði hann beðið eftir dauðadómi. Í nærri hálft ár höfðum við talast vikulega við. Hér höfðum við lesið og beðið saman. Bæn hans var venjulega þakkargjörð til Guð. En hvað þessi maður gat þakka fyrir margt og meira að segja þegar útlitið var svartast og enginn þorði að vonast eftir öðru en dauða. Það eru svo margar minningar knýttar við þessa klefa. Hér höfðu dauðadæmdir fangar setið í hóp síðustu nóttina. Hér höfðu þeir hlusta á þau harmatíðindi að náðurlunarbeiðninni hefði verið synjað. Hér höfðu þeir hvatt ástvini sína, Noreg og sjálft lífið, en hér höfðu þeir líka fundið lífið sem enginn gat frá þeim tekið. Loks erum við búin að taka saman þessar litlu fatapjöngur og fáunar bækur og höldum þá á stað. Í fangelsisgarðinum hittum við 2 brosandi fanga. Báðir eru þeir búnir að sitja í einmenningsklefum með lífið á bláþræði, annar í 1 ár en hinn í 2. Þeir eru fölir og holdgrannir, en hvað gerir það til á slíkum degi? Þeir fengu að halda lífinu og eru nú orðnir frjálsir. Fangelsið opið, við stöndum fyrir utan það. Hér biðu stóru svörtu flutningabifreiðarnar margar nætur. Föstum skrefum stigu vaskir sveinar upp í bifreiðarnar sem áttu að fara með þó burt, ofan í óþekkta gröf. Í dag hellir vorsólin mildum geislum yfir alla hluti. Í dag verðum við að vera glaðir. Við höfum náð því takmarki sem allir þessir piltar börðust fyrir. Hvað myndu þeir segja ef við værum ekki glaðir? Þeir fengu ekki að lifa þennan dag, en þeir bentu svo greinilega á veginn að enginn þarf að vera í vafa. Það á að endurreisa landi á þeim grundvelli sem Guðs orð veitir. Það á að byggja landið upp í kærleika, það var vitnisburður þeirra. Mætti það verða skráð aftur og aftur í huga normanna. Við höldum áfram. Brátt blasir bærin við okkur, fánum skríktur. Vinur minn,
nemur staðar andartak. Sjáðu fánan, andvarpar hann. Því næst heldur hann rólegur út í borgina. Fagnandi börn veifa flöggum sínum og syngja allt í kringum hann. Alls staðar mæta honum brosandi andlit, hvert sem litið er. Fangelsið er opið, Noregur er frjáls. Alls staðar mæta honum brosandi andlit, hvert sem litið er. Fangelsið er opið, Noregur er frjáls. Alls staðar mæta honum brosandi andlit, hvert sem litið er. Fangelsið er opið, Noregur er frjáls. Alls staðar